Hver myndi ég gera þetta? Við erum bara live hann að hérna, ef það heyrðist það sem Sólveig Anna var að segja þá hennar ferli líklega lokið. Bara góða kvöldið og velkomin í Bjórkastkvöldsins. Við erum heldur betur með góða gesti og hérna segir einn að hann ætlar að bjórkasta sér fram á svölunum ef við skipta aftur gest. Við ætlum ekki að gera það. En við erum hérna með, byrjum á Frosti Logason, þú ert svona T-músverrir eða ekki í kvöld? Jó, það að reyna að vera einhver eftirlíking á honum. Bara að vera með rasistatalið hérna, allar leið. Og Sólveig Anna, formaður Eflingar, hvað varst þú að pæla þegar þú sagði já við okkur að mæta hérna? Það er bara mjög góð spurning. Ég er bara sjálf búin að vera veltaði fyrir mér bara oft á dag og ég hef ekki komist að niðurstöðu. En ég hef það svo sem bara fyrir venju að segja já, en mér er búið að koma eitthvað og þannig að það gildi bara ykkur líka. Margir búin að skamma? Nei, ég er ekki margir búin að skamma mig. Fólk hefur meira verið svona hissa en svo er tilvera mín búin að vera svo furðuleg síðustu ár að nei, það er engin búin að skamma mig. Nei, einmitt sko. Er þið búin að gefast upp á þeirra? Nei, en þú veist, ef ég fer í spursmál, akkur má ég þá ekki koma hingað? Það er bara fullkomlega lögin. Við ætlum ekki að tala gegn því sko. Já. Mér langaði hérna að byrja samt á því, á Frosta actually, hérna, þú varst í einhverjum leiðilegasta þætti sem ég hef hort á daginn. Það var á samstöðinu. Já. Það var ekki þér að kenna, en hérna mér langaði að spyrja hvað var svolítið í gangi þar ef ég má spyrja. Hvað fór ekki hausinn á mér þegar ég satt að rauða borðið? Já, við því. Já, ég væri mitt, þegar ég kom hann út og hugsaði bara, þetta fólk var hugmyndafræðilega einhvern veginn síkt í sinni búblu og það var ekki hægt að koma neinum rökum við í raun og veru. Með hvernig varstu þarna? Þarna voru ég með Gunnari Smára, og svo var þarna sagfræðingur, doktor í sagfræði sem var alveg með svona Trump derangement syndrom á hæsta stigi. Já. Og svo reyndar hún hún er ágætt, hún stjórnmálafræðiprófessorinn stóluðu mér akkurat núna hvað hann heitir. Manstu hvað hann heitir? Nei, ég man ekki nafnið á henni, en mér fannst standa upp úr í þessum þætti með, og það er svona mitt það sem ég hef út á Gunnarsmára að setja, sko, að mér finnst hann leiðilegasti þáttastjórnandi á landinu, sem er synd, það er út af því að hann er eiginlega alltaf með áhugaverða gesti, mjög oft með áhugaverð umræðuefni, en hún er rosalega illa við að leyfa þeim að tala þeir eru ekki sammálunum. Hann er rosalega mikið fyrir að grípa fram í fyrir þeim. Hann er mjög málglaður. Ég er nú mjög gaman að Gunnari Smára, en hann er náttúrulega, hann er með hennan Trump-tíma í hverri viku. Það er svoleiðis, er þetta vikulega? Þáttur sem heitir Trump-tíminn, sem er nú til margsum hversu, Illugi Jökulsson líka lengi með það eiginlega, var það ekki á bylgjunni. Það var svona ekki formlega sko, en það var svona bara einu sinni í viku það sem hann tók Trump og drullaði yfir hann. Já. Svona í áskrift. En mér finnst það til margsum hvað fólk er einhvern veginn með hann mikið á heilanum og það er ekki hægt að sjá neitt gott við neinar af þeim stefnum eða þeim embættisfærslum sem hann hefur gert sko. Heldur er þetta bara að vera að keppast þetta er svo hræðilegt að heimurinn er að farast af því að Trump vaknaði í morgun. Það er svolítið fyndið einhvern veginn bara með alla þá tíð sem að Trump hefur verið forseti að alveg sama hvort á sért með og móti sko hvar sem þú ert við pólitísku viljun að þegar það fjalla bara illa einhvern og það einhvern veginn allir fjölmiðlar að gera það og þú veist og það er bara svona tölfræðin algjörlega skýr, það var tekið saman. Ég held að það hefur engin jákvæð frétt bara byrst sko í marga mánuði á þessum svona minnstri miðlum og þá sérðu það er eitthvað skrítið við það. Já, þeir eru eitthvað svona bara einhver allsherjar konsensus eitthvað sem að það má enginn vera ósammálaði. Þá fæ ég alltaf svona... Og við sáum þetta þú veist 7. janúar, þú veist, var þetta ekki 7. janúar, já, að þá var verið að klippa hluti til þess að láta virka eins og að hann hafi verið að fá fólk til þess að ráðast á þinghúsið í Bandaríkjónum og eitthvað svona og það var bara verið að falsa fréttir og málið er það að þú veist þetta kemur fram bara strax og þetta gerist þá eru menn í þættinu það sem að fyrsta klipparinn byrt og þau eru að segja, heyrðu, þetta er ekki rétt hann segir þetta á allt öðrum tíma þú veist alveg bara 20 mínútur setna, ég held að það hafi verið raunverulega 40-50 mínútur setna. Smári sagði mér þarna við rauðaborðið þegar ég satt daginn sko, þegar þetta kom til tals, þá sagði hann að það hefði einungis bara verið
bara þétt aðeins en í raun og veru hafi þetta verið alveg í bara anda lygi. þess sem hann var að meina þannig að og það segir manni aftur hvernig þetta fólk getur ekki sko, einhvern veginn tekið neinum sönsum þegar það kemur á Donald Trump ég held að maður alltaf að vera heiðalögur sko, að þá getur maður alveg sko, sagt eins og að Trump alveg þekktur fyrir að tala helvíti glannalega sko. og ég er ekki að segja hann sé fullkom Nei, ég ekki og þú veist það er svona margt með hans policy eins og þess að skattastefnu og fleira sko, þess að tollastefnu ég held að þetta sé ekki gott persónulega ég veit reyndar ekki ég er svona að halla mér aftur bara að hugsa ég ætla bara að býða og sjá svolítið það kemur úr ljós hann sé búin að veiða inn 90 miljardar bandaríkjadala sko, inn í bandarískan efnahag eða ríkissjóð skilur sem að tollastefnu virka oft snemma og svo til lengri tíma virka kannski ekki en líka takk ég eftir einu að sko, heimsendaspórnar sem fóru á stað og bara hagfræðingar málsmiðundi hagfræðingar töluðum að þetta væri bara einhvern veginn endalok á því tímabili sem við þekktum sko, frjáls millilanda viðskipti og þetta myndi bara gerbreyta lífinu á plánundinu jörð bara eins og við þekkjum það myndi bara aldrei verða aftur það sama Nei, þú veist þetta svipað að heyra með Brexit þetta er svo margt annað sem að, þú veist, hefur svona þegar að Donald Trump hrindir einhverju framkvæmt þá hefur komið svona alveg bölmóðs heimsendaspá sem að einhver hluta vegna rætist ekki hann átti líka að byrja stríð sko við Norður Kóreu bara þú veist það var ekkert stríð ekkert land á jarðríki sem átti ekki að vera stríðis. Þegar byrjaði að bomba Íran þá var ég náttúrulega bara nú er bara þriðja heimsstyrjöldin. Það töluðu allir þannig en svo var bara ekkert nema jákvætt í raun og veru sem að leiddi af því þannig þú veist að það kældi Þetta stoppa allan allt af og þetta þú veist þetta hefði getað stigmagnast en gerði það ekki. Það var bara en já Þetta var ekki risk-free sem maður segir. Þetta var ekki... Hvernig líður þér Sólveig að við séum að tala svona, frekar jákvætt Donald Trump? Ég bara er bara nammi En ég ætla að segja. Ég er svona að ímynda mér ég sé bara í sófanum heima að bara nammi. Horfa bara á einhverja kalla. Horfa á einhverja Netflix-mynd og bara sofna ég. Ég ætla einmitt að kommenta á það. Ég er búin að því ekki oft náðu að horfa á þáttinn. Ég er alltaf upptekinn á föstudagskvöldum. En þegar ég gera það, þá hugsa ég alltaf, heyrðu, ég man það núna, lélegasta sjónvarpsefni sem ég á efminni séð er sko, fólk með nammipoka á borðinu að japla nammi í sjónvarpsútsendingu. Þetta er alveg, þetta er versta hugmynd sem þau... Þetta er ómissandi. Það er eins og. Við reynum bara svolítið... Orka og lukkeks líka. Við reynum svolítið bara, þú veist, að borða þegar myndavælinn er ekki okkur, sko. Þetta er líka gott fyrir blóðsykurinn, sko. Mér finnst þetta mjög snögt, ég bara fíla þetta. Kannski ekki þessu magni sem við höfum verið að geta þetta, en það er annar mál. Þetta er hvorki gott útvarp, nýja sjónvarp að vera að japla á nammi, en það er önnur saga. Það er allt annað. En við kunum að meta alltaf gagnrýni. Sólveig, þú varst líka á samstöðunni þegar þú komst í hóp vondafólksins, þegar þú skelltir Hallgrími Helgasyni við hnéð á þér og hýttir hann í... Framistæða Sólveigar var miklu betur en mín, sko. Það er alveg að reyna. Já, það var einmitt, og það var mjög óvænt, sko. Ég einhvern veginn hélt þá... Ég áttaði mikið á því hversu svona djúpstætt vandamálið væri og ég einhvern veginn trúði því þá ennþá þó ég hefði þetta séð í kannski svona merkjum að hlutinni væru mjög ruglaðir en ég hélt þú veist að við hefðum málfrelsi og ég hefði skoðanafrelsi og mætti tala en svo kom í ljós að fyrir hóp fólk sem að ég þá á þeim punkti hefði talað einhvers svona félaga mína var ekki svo. Samt vissur eiginlega alveg að fólk hefur ekki þetta málfrelsi en þú helst kannski að þú getur sagt það. Þetta var svo brjálæðislegt sko, og líka af því það var fólki sem að brást svo harkulega við var sko fólk sem ég hefði bara það voru kannski ekki vinir mínir en það var fólk sem ég hefði bara helsað mjög kumpalega út á götu og ég hefði tekið þátt í einhverju pólitísku starfi með þeim og þess vegna kom mér það mjög óvart hvað viðbröðin voru finnst þér ekki brjálæðisleg sko. Svolítið magnað að þú sem að ert vinstri manneskja að þér hefur líklega aldrei verið hampað jafn mikið og að hægri mönnum akkurat þegar þú tókst ógistarna og raskildir á. Það er mjög skrítið, en sko ég náttúrulega þú veist, auðvitað ég með ýmsar hugmyndir sem auðvitað flokkast til vinstri en ég myndi samt ekki kalla sjálfa mig einhverja svona hefðbundna vinstri manneskja akkurat núna. Ég hefði gert það fyrir einhverjum mörgum árum síðan en á þessum tímapunkti það var bara svo margt við þetta svona hefðbundna vinstri sem að mér finnst ekki gott, sem að mér finnst satt best að segja alveg ömurlegt. Þetta sem við köllum kannski svona þetta nývinstri eða hvaða hlutir eru það ef þú getur? Þetta er þetta mjög áhugavert. Mjög forvitinn. I would like to hear more. Það sem að
mér finnst svona óþægilegt og oft á tíðum bara mjög heimskulegt, það svona kreddufesta sem að gera það að verkum að fólk á erfitt með að horfast í augu við hlutuna eins og þeir eru og á erfitt með bara að hugsa kreatíft og finna lausnir. Þannig að ef þú ert föst í kreddum þá náttúrulega ertu ekki lausna miðuð. Þannig að ég þoli það mjög illa. Þessi svona, hvað heitir það á íslensku, svona skynhelgi og þessi trú á það að þú sért einhvern veginn best í að vera góð. Mér finnst það frekar viðbjóðslegt vegna þess að við erum öll bresk og við erum öll mannleg og við erum ekki fullkomin og það að láta að þú sért það og að þú getur einhvern veginn... Tala með hann siðferðislega stall sem einhvern veginn hefja sig upp á og tala niður til allra annars sko. Það og svo þegar þeim hendar sko, þá verða þau einhvern veginn svona köld og kald hæðin gagnvart fólki sem þeim líkar ekki við, algjört áhugaleysi á lífsskilyrðum verka og láglaunafólks og ekki bara sko, algjört skilningsleysi, heldur bara áhugaleysi, þeim alveg sama þetta fólk. Þegar þau fá tækifæri til þess að gera eitthvað til að koma til móts við þessa hópa, þá gera þau það ekki eða gera svo lítið það skiptir engu máli. Allt þetta búrókrasian, teknokrasian, þetta orðið svona elítu djúpríkið, þetta orðið svona elítu teknokrasia, þú veist einhver sem náttúrulega líka blöndu einhverju trú á svona meritokrasíu, en svo þetta oft á tíðum samt þetta bara engan veginn meritokrasía. Nei, þú veist, það sem ég ætlaði líka að fara að segja, oft á tíðum þetta fólk sem að svo fer maður að hlusta á þau og reyna að fylgjast með hvað það að gera og þá kannski kemur í ljós að einmitt það leiktjöldin hafa verið sett upp og þau eru kannski ágætt en þó dregur aðeins frá þá einhvern veginn ekkert þarna bakvið. En upplifirðu, ertu að segja að þú upplifir í raun og veru að þú sért ekki lengur svo mikið vinstri eða vera vinstri sé þú upplifir að þú ert ekki lengur svo mikið vinstri? Ég allavega ekki það sem að þau kalla að vera vinstri. Vinstri hefur sérst yfirgefið þig? Já, vinstri yfirgaf mig. Já, bara shame on them. Sko, við höfum það alveg potið rétt hjá þér. Ég meina, þú veist, ég veit að við erum sammála og ég geti trúa að þú veist, þetta gamla vinstri, þessir sko, þú veist, sósíaldemókratar í Svíþjóð kringu 1970 sem voru að berjast fyrir verkamannin, voru að berjast fyrir réttindum, þú veist, það voru að berjast fyrir jafnrétti, voru að berjast fyrir svona, þú veist, ákveðinu svona, sem að við kannski í dag finnust vera ákveðin grunngildi, sem að voru það kannski ekki þá. Að vinstri hefur svolítið yfirgefið þetta og þetta orðin einhver svona ný marxismi einhver sko frá Frankfurt-skólanum. Mér finnst það reyndar, ég ekki sammála því, mér finnst það bara frekar nýfrjálshyggjan hefur bara flatt allt út þannig að þú veist vinstrið, miðjan og hið hefðbundna hægri, það er eiginlega bara alltaf sama og svo eitthvað svona lið eins og þið á jaðrinum öðrum megin og svo eitthvað lið á jaðrinum hinum megin og ég á alveg sumt sameiginlegt með fólkinu sem þarna á jaðrinum vinstra megin sko. Ég trúi raunverulega á það að vinnuaflið sé uppspretta hagsældar samfélagsins og þar af leiðandi eigi þau að hafa mikil völd og mikinn sess og helst eigi samfélagsgerðin að vera mótuð eftir þeirra þörfum. En aftur eins og ég var að segja áðan, þú veist, ég er ekki kredduföst vegna þess að ég bý bara í því samfélagi sem ég bý í og ef ég ætlaði að hanga í einhverjum kreddum, þá væri ég náttúrulega bara í einhverjum bókaklúbbi með 3 vinum mínum, þú veist, að segja brandarum, þú veist, hvað Lenin var fyndinn þegar hann sagði eitthvað fyndið einhvern tímann og það, þú veist, það allt í lagi og fólk má alveg gera það, en ef ég ætla að raunverulega breyta einhverju og ætla að reyna ná einhverjum árangri, þá náttúrulega get ég bara ekki verið þar. En það vinstri sem ég kannski vil tilheyra, það þetta gamla vinstri sem ekki þessi ekki einhver svona nýmarxismi, heldur þetta vinstri sem að trúði á styrk vinnuaflsins sem að var gegn heimsvaldastefnu, sem að var gegn stríði, trúði á diplomasíu, trúði á frið á milli þjóða, þessi gömlu gildi sem að ég tel að ef við getum ennþá haft í heiðri, þá væri skárra að litast í veröldinni. Þetta á ekki heima í Vinstri grænum í dag og þetta á ekki heima í Samfylkingu og ekki sósíalistum heldur. Þeir eru eiginlega búin að sparka út
þér og þeim sem eru sammála þér? Já, sko, Sem ég er náttúrulega, alveg smá hópur. ég sagði mig úr flokknum áður en að svo kallað yfirtökulið tók yfir og ég sagði mig úr flokknum vegna þess, ég sagði mig úr flokknum í kjölfar þess að ég áttaði mig á því að þetta fólk sem að trilltist þegar ég sagðist ekki vera vók, að fyrir mig bara sem fullorðna manneskju sem að hef einhverja smá sjálfsvirðingu og tek pólitík actually bara alvarlega, þá get ég ekki associata með fólki sem að ætti í mesta lagi að vera í einhverjum einsmáls aktivisma en á ekki að koma nálægt pólitík. Þess vegna sagði ég mig úr flokknum. Ekki vegna þess að það væru einhver hérna svona stærri mál sem við værum búin að vera að rífast heldur vegna þess að ég bara fattaði að þetta var svo mikill barnaskapur og ég fíla ekki svoleiðis pólitík, ég tek pólitík mjög alvarlega, mér finnst hún mjög skemmtileg en ég vil þá vera líka ég vil vera þá með fólki sem tekur hún alvarlega en ekki einmitt bara í einhverjum Dungeons and Dragons bara eitthvað að dingla sér sko. Ég tekja alveg eftir að það er eitthvað af góðu fólki sem að fylgir þér að málum og Tjörfi Slöð þarna til dæmis og svona Tjörfi Sjött, ok, fyrir synda fara ekki rétt með nafnum það er bara eitt stafur en að sem sagt sko heldur að það gæti orðið einhvern tímann að það verði sko kæmi enn eitt vinstirflokkurinn og það er þessi vinstirflokkur sem væri ekki vók og væri bara verkalýðurinn og Er ekki bara svolítið eftirspurn eftir Ég held alveg að sko nýju sósíalistarnir sem að Gunnar Smör kallar híinu kolpana og yfirtöku hópin svo ég held að þar sé fólk sem að vill byggja upp einhvers konar vinstri hreyfingu sem einmitt ekki obsessed af identity politík sem að trúir ekki á þetta teóriubull háskólana eitthvað svona þú veist þessa brjálsemi sem að þar hefur fengið að vinda upp á sig og búa til bara eitthvað svona þvaður skrimsl ég held að þessi fólk þar en hvernig þeim tekst til og hvað gerist það er náttúrulega ekki hægt fyrir mig að spá fyrir það núna og ég tek ekki þátt í neinni flokkapólitík núna, ég bara sinni mínu starfi og sinni svo mínum áhugamálum helgar sem að finna eitthvað gott til þess að rífast yfir við fólk sem ég þóla ekki. Þetta heldur betur og réttu stað til þess þá. Við skulum reyna að vera óþolandi. Ég ætti að rífast við ykkur. Já. Við skulum finna eitthvað til þess að rífast yfir. Við getum það pottir. Ég hef aðeins meiri áhuga á að einmitt kanna þennan farvið því að sko þú einmitt sagði bara hvað heftin í viðbröðum kom þér á óvart og svona. Mér finnst til dæmis sko þegar maður er verið að ræða við fólk sem að til dæmis hefur komið út sem miðflokksmenn og annað, það er að lenda bara í að fjölskyldan bara hættir að tala við þau og bara þetta verður ekkert rætt en það má ræða alla aðra pólitík og eins og hún stelpan eins og hún Hlédís Maren sem að var áður í Vinstri grænum og blaðamaður í Heimildinni og Stundinni og það verður allt svona vitlaust þegar hún stígur fram og tilkynir að hún sé mér finnst þetta mjög skrítið sko, ég er náttúrulega bara frá unga aldri elst upp með miklu pólitík og fólk alveg að rífast og það að rífast bara í alvöru sko, en svo allt í lagi og svo fólk bara áfram í sömu fjölskyldinu og hlutinir halda áfram þannig að mér finnst bara sjálfsagt og eðlilegt að takast á og ég get tala við alls konar fólk alla hluti og mér finnst það bara skemmtilegt. Það er bara æfing fyrir heilan manns að lenda í góðu debatti og ég trúi í alvöru þó að ég flokki mig sem einhvers konar marxista þá trúi ég samt og vil lifa eftir mjög mörgum af okkar svona frjálslyndu gildum. Ég trúi genuinely á málfrelsi og ég trúi alvöru á skoðanafrelsi og ég get ekki ímyndað mér að búa í samfélagi þar sem að slíkt er ekki raunverulegt. Ég hef reynt svona að hugsa þetta og ég bara get ekki séð að ég persónulega myndi vilja búa í slíku samfélagi og mér finnst það svona mjög leiðinlegt að viðbröðin séu svona hörð vegna þess að við búum á þeim stað, fólk má hafa skoðanir og fólk má stofna flokka og fólk má segja hluti og svo verðum við bara að takast á þá og svo manneskja vinnur sem að fleiri hlusta á og sem fleiri telja hafi rétt fyrir sér og það er ekki
mér finnst það ekki heiðileg nálgun, mér finnst það ekki sæmandi fullorðnu fólki að byrja bara að öskra og segja bara nasisti, fasisti, vondur. Það er það sem er verið að gera í dag. Þetta er þróunin og- Það á að hlusta og það á að tala. Já. Og svo kannski niðurstaðan samt, ok, þú ert bara fucking rasisti, fasisti. Já, það getur alveg verið. Það getur alveg verið. En þú getur ekki bara byrjað að öskra á fólk og hvað líka þýðir þetta þegar ég er kölluð óvinnur minnihlutahópa, að ég standi gegn baráttu, kvenna, að ég sé einhvers svona rasisti, nasisti og fasisti. Þú veist, sama fólk er að fara að kalla ykkur þetta líka og þá náttúrulega stendur fólk og hugsa að býtu, hvað þýðir þetta einu sinni? Já. Þannig að á endanum, ef ég þyrfti að kategoræsa ykkur sem eitthvað af þessu, að, þú veist, að við værum komin á eitthvað svona stað, þið ætluðu bara að fara að klæða ykkur í stígvélin og fara Og bara það hefði eitthvað enga að labba, þú veist, hvað merkingu myndi þetta þá hafa? Þú veist, fullur í fólk sem að hefur einhvern sans í pólitika og ekki að standa og öskra bara úlfur, úlfur, á ekki bara að trillast í hvert einasta skipti sem Snorri Másson opnar á sig munnin, þú veist, það á bara aðeins að jarðtengjast, hugsa og tala hlutina út frá einhvers konar svona skýrri og þroskaðri orðræðu. Sérðu þetta eins og ég að dómharkan frá vinstra, úr vinstri áttinni yfir til hægri er miklu meiri heldur en vice versa. Miklu meiri og þetta hefur bara skaðlega áhrif. Þetta hefur skaðlega áhrif og ef ég væri núna, ég væri venjuleg eflingarkona og ég væri bara að vinna í einhverju verkamanna láglaunar starfi sem væri erfitt og ég myndi horfa á vinstri pólitíkina og ég myndi segja, ok, býttu, það er fólk þarna sem ég tengi ekkert við, þau hafa flest ekki dýft hendi í kalt vatn, þau vita ekkert hvað ég er að takast á við og eina sem þau hafa að selja mér er að þau séu besti að vera góð. Þú veist, af hverju myndi ég vilja, en svo eru einhverjir sem að hafa kannski einhverja stefnu fram að færa, geta artikulerðana, þú veist, er ekki líklega ég myndi snúa mér þanga og vinstrið hefur eyðilagt vinstrið. Það er svolítið þannig. Og það bara er fyrir mig bara ekkert neitt sérstaklega Það er líka auðvelt bara svolítið dyggðablæti. Þú veist, það er þetta þykjast vera góður og þurfa alltaf að sýnast vera góður. Já, og vera þannig ofsalega vondur Já. Í þá sem að eru meintir illvirkjar Ég bara nægis ekki. Svo íktari mynd af þessu er til dæmis það sem að það er alveg sama nema bara það er íktara í Bandaríkjunum og það er basically pólitískt ofbeldi komið á það stig að það er verið að taka menn af lífi bara fyrir að vera með hægri skoðanir og af því að það er búið að stimpla þetta inn alveg að þetta eru fasistar og nasistar og þannig eru þeir bara bein ógnu Það alltaf verið mjög mikið pólitískt ofbeldi í Bandaríkjunum. Já, en við held að það eru bara aftökur bara, ef við hugsið bara 60 ára eftir í tíman á einum áratug er forseti drepinn, bróðir hans er svo drepinn, 2 af stærstu leiðtogum svartra eru drepnir. Þú veist, Bandaríkin hafa alltaf opererað á bara hardcore pólitísku ofbeldi. Menni finnst samt eins og þetta hafi verið Kennedy bræðið, þetta er Malcolm X og síðan það samt fannst maður eins og þessi þú ert að tala þessi dæmi, þetta er allt á stuttum tíma og mann finnst eins og þetta hafi verið svona heyrt til liðinar tíðar Já, manni fannst það þetta er að koma aftur tilbaka. En svo er tilbaka einhvern veginn að koma sterkt tilbaka núna. Og svo horfir á Bretland, þú sér að Keir Starmer er komin í 14% fylgi, er búin að vera keyra undir 20% fylgi síðasta árið, stjórnin er fallin í Frakklandi. Það eru flest öll lönd í Evrópu að leita meira til hægri af því að það er búið að gefast upp á vinstrinu græningjaflokkarnir eru að hopa þeir eru ekki búin að hverfa allstar en þeir eru búin að hverfa á flestum stöðum af því að koma náttúrulega orkuverðbólga þannig að þú veist landslægið er þannig og líka hérna, ég meina vinstri grænir eru bara þurrkuðist út á kortinu, Píratar eru farnir og ég veit það ekki það er bara ótrúlegt að horfa yfir pólitískt landslag og nýfrjálshyggjan hefur rústað vinstrinu eða réttar sagt vinstri með því að ganga til liðs við nýfrjálshyggjuna og að gera hugmyndir nýfrjálshyggjunar það hvernig þjóðfélagið hefur verið skipulagt þannig rústaði vinstrið sér og að sjálfsögðu er ekkert fólk sem hefur einhverja smá sjálfsvirðingu eða vill sjálfu sér og sínum fjölskyldum vel að halda alltaf áfram að kjósa sama bullið yfir sig og talandi árásir á málfrelsi og niður í frjáls samfélags ótrúlega hlutir að gerast í Bretlandi þar sem að það er bara verið að dæma fólk fyrir að segja hluti sem að einhverjir vitleysingar hafa bara ákveð að megi ekki segja og þetta er bara eitthvað venjulegt fólk. Þetta er eitthvað venjulegt fólk sem að skrifa einhver komment á netið, hefur einhverja skoðanir. Það er þingri fangelsisdóma nauðgara.
kannski bara óheflað fólk, Já. óheflað alþýðu fólk og þá kemur einhvern veginn hama ríkisins á þau af því að þau leyfa sér að tala í frjálsu lýðræðisríki. Þetta er viðbjóður. Við erum líka búin að sjá Viðbjóður. bara allstæðar í Evrópu, Svíþjóð og öllum stöðum sem við erum að tala að það er verið að fela tölfræði. Það er verið að fela, þú veist, er ofbeldisglæpir að aukast, svarið er almennt já ef þú horfur á Eurostat. Þú veist, nauðganir, kynferðisagabrot og fleira og það virðist haldast í hendur við ákveðna innflytjendastefnu sem að virðist hafa keyrt bara yfir þverbak. Ég heldur endar bara að samfélagið okkar sig bara komið á mjög slæman stað, ég held sér bara mjög mikil vanlíðan, óhamingja, fólk þarf að hafa einhver tilgang. Þú veist, Já. við viljum vera manneskjur og það er bara partur af því að vera manneskja, við viljum eiga gildi, við viljum hafa tilgang, við viljum finna við tilheyrum. Við viljum eiga börn líka. Já, jú, við viljum eiga börn, við viljum eiga fjölskyldur. Það er ósveit erfitt í dag. Það er búið að búa til samfélag þar sem að ekkert svona það er engin svona fasti. Þú kannski tilheyrir engu sérstök og þú finnur ekkert til, þú hefur engin gildi og það er náttúrulega engin trú eftir. Það er ekkert svona pólitíski flokkar eru bara einhver framapótsmaskinur fyrir einhverja einstaklinga og endanum er þeim alveg nákvæmlega sama fólkið sem hefur mögulega kosið og lagt þeim lið. Auðvitað líður fólki illa og ég meina eiturlyfjaneysla, áfengisneysla, klámneysla, bara eitthvað svona sjálfshatur sem brýst út í einhverri andúð á samfélaginu. Auðvitað býr það til ofbeldi. Við vorum samt með, við vorum með dósent í félagsráðgjöf við Háskóla Íslandi Já. og þá einmitt kemur þetta að stuðningu við Donald Trump í Já. Bandaríkjunum hefur aukist alveg gríðarlega með að litara og lægstu stétta samfélagsins og það var talað það að það hefði gerst vegna þess að einmitt að fólki sem hefur streymt yfir landamærin var í samkeppni við þá sem að vera efnaminni og ætti erfiðara með að ná endur saman og þess vegna hefur þetta fólk farið frá vinsturinn yfir til hægri og þetta er náttúrulega líka gerist í Evrópu. Bara marxismi 101 segir að vinnuaflið er vara á markaði og ef við ætlum að horfa á kapitalisman og viðurkenna vinnuaflið vara á markaði þá náttúrulega gildir lögmálinu framboð og eftirspurn og ef þú flæðir markað vinnuafls með meira vinnuaflið þá náttúrulega hrapar verðið og það verður erfiðara fyrir fólk að segja, heyrðu, ég vil fá meiri pening fyrir vinnuna mína og við á Íslandi erum auðvitað ennþá heppin að því leita að hér er bara stéttarfélags aðild, hún bara automatist, þetta er bara svona, þú veist, pælir ekki einu svona í þessu sko og við getum notað þarlegandi þennan kraft en á stöðum þar sem það er lítil sem engin stéttarfélags aðild, þá auðvitað hefur þetta katastrófískar afleiðingar og ég er sammála því að við alltaf að tala staðreyndir. Þú veist, mér finnst bara skammarlegt fyrir fullorðið fólk sem vill ekki skoða staðreyndirnar eins og þær eru og að sjálfsögðu er það þannig Ég þurft að breyta skoðanir hérna í þættinum að því að það verið sýnt fram á það að ég hafi rámt fyrir mér. Ef þú ert með svæði þar sem verkafólki er og það er einhverja mögulega takmarkaða vinnu að hafa og það eru takmarkaða resursar í húsnæði, í félagslegri aðstoð og svoleiðis og þú býrð til einhvers konar svona keppnis ástand þessa takmarkaða resursa, auðvitað er það ekki að fara að búa til gott ástand og ég mæli með ágættri bók sem heitir Outclassed eftir bandaríska fræðikonu sem heitir Joan C. Williams þar sem hún er einmitt að greina þetta þannig mikla aukna stuðning verkafólks, svartsfólks, latínófólks við Trump og hún tekur upp fjölmörg einmitt dæmi mál eins og þessi og er bara mjög málefnalega og góð bók og hún er auðvitað að reyna að fá þarna demokratana á vinstri til þess að hætta þessum ógeðslegu blammeringum og þessu að kalla bara alla nasista og fasista sem er ekki einhvern veginn góða fólkið. Ég mæli bara mjög mikið með þessari bók vegna þess að hún varpar skýru ljósi á þetta ástand sem er bara mjög raunverulegt. Finnst þér eitthvað til í því þegar til dæmis talað að mér langar rétt að minnast á hvað er stutt í þetta sem þú varst að minnast á. Það er sko, ég veit að eftir hrunið á Spáni sem fór mjög illa út úr hrunu, allavega veit ég að Tenerife gerði það á sínum tíma. Þá veit ég að það sem að gerðist þar var að sem sagt, það sem að vinnudagurinn almennt var 8 tímar, 5 daga vikunar. Þá bara tóku aðila sér til, bara sem að þeirra atvinnuleysi bara rauk upp, að þeir bara breyttu nú vinnur þú 6 daga vikunar, 11 til 12 tíma á dag, þú fær ekki krónu meira borgað
og ef þú sættið ekki við það, þá skaltu drullaðar út. Það er 300 manns fyrir utan sem vilja hafa vinna. Meðferð Evrópusambandsins á löndunum í Evrópu í kjölfar hrunsins, þeim sem fóru illa út, Spánverjum, Portúgal og Grikkjum, er svo viðbjóðsleg og meðferðin á vinnandi fólki í þessum löndum er svo ógeðslega satísk að það venjulega fólk sem heldur til dæmis fyrir Ísland það sé gott fyrir Evrópusambandi, það er bara fólk sem hefur tjöggað svo mikið Kool-Aid að maður bara veit ekki eins og hvað maður getur sagt, sko. Þannig að já, bara endilega fólk til þess að kynna sér þessa sög. Við erum væntanlega sammála það að við erum á móti Evrópusambandinu. Já, ég meina sko, þegar að Jón Baldvin Hannibalsson kemur í viðtal hjá okkur hérna í bjórkastinu og segir að það sé eins og hlaupin í brennandi hús, að þá er nú bara fókið öll skjól, vegna þess að hann er sá maður sem gerði þennan samning, EES-samning hérna á sín tíma 92 og gekk gildi 94, sko. Það er mjög áhugavert að hlusta á, ég veit að Jannis Varoufakis er ekkert skemmtilegast maður í heimi en hann hefur séð ótrúlega hluti og hann er tilbúin til að tala það og mjög áhugavert að hlusta á hann er að fara í podcast og segja frá reynslu sinni af því að reyna að koma og semja við Evrópusambandið hérna betri meðferð á Grikkjum og bara framkoman og bara það sem hann sá og heyrði, það bara segir okkur allt hversu viðbjóðslegt spillingar, mannhatur spælið þetta er. En já, brennandi hús og bara brenni það. En ég er hins vegar á því að sko, við höfum að vera inn í, sko, ég get ekki séð af hverju við ættum að fara úr EES. Og þú ert með aðganga mörkuðum og þú veist, þú hefur aðganga hinn og þessu. Ég held að það sé frekar kostur að vera í EES eða ekki. Myndur þú vera ósammála því? Ég held bara að, til dæmis eins og með EES og með ástandið í bara víða í Evrópu, þá fylgja því líka ýmis vandamál. Ég meina frjálsa flæðið er að mínu viti ekki gott fyrir verkafólk. Ég sammála en það er sem sagt í 100 einum löndum út af því að mín sín er svo að fólk vill þetta fá að búa í sínu landi. Það vill að í sínu landi sé vinna, velferðarkerfi, menntun, að það geti verið með fjölskyldunum sín og börnin sín, það geti séð foreldra sína þegar það fyrir að eldast og það er ekki mann gott kerfi sem að gera það að verka að fólk þarf að fara bara til þess að vinna einhverja verkamannavinnu og það er það sem frjálsa flæði snýst Þetta eru farandverkamenn. Kratarnir á Íslandi reyna að láta eins og þetta sé alltaf við séum að fara að læra eitthvað nýtt tungumál og mennta okkur sko, en það snýst augljóslega ekki það snýst að flytja á millilanda ódýrt vinnuafl, en að sjálfsögðu þá búum við í þeim heimi sem við búum í og það er engin manneskja með fullu viti sem að segir að við ætlum eitthvað að fara að hrista þannig upp úr hlutunum að við rústum okkar eigin efnahagskerfi, að sjálfsögðu ekki. Þessi Snorri, þetta vísi að tala mikið að Snorri hafi komið þess að brjálaði hugmynd að segja okkur úr EES. Já, sko, það er... Hann alltaf sagði það ekki beint, þetta var hann að segja að við þurfum að, sko, ef við getum ekki í gegnum EES-samningin haft einhverja stjórn á þessu flæði sem kemur hingað og geta stýrt því að einhver leiti sjálf, sem hann telur að sé ekki þannig, hann telur að við Já, ég var reyndar bara að ræða við hann það og benti honum á 112 grein sem sagt lagana sem að Jón Baldvin benti á hérna sem segir það að ef að innviði þol ekki lengur flutning fólks til og frá landinu að þá höfum við, þetta eru tvíhliða samningar og í öllum tvíhliða samningum það eru varnaglar og þessi samningur hefur þann varnagla að ef að innviðir er að bresta þá höfum við fulla heimild þess að stjórna fólksvæði frá landinu. Það sé vissulega til staðar, einhverjum slíki varnaglar, en ef að þeir væri ekki til staðar, að þá þyrftum við að geta tekið þá umræðum hvort að við hættum reynilega að segja okkur úr EES til þess að tryggja og verja íslenska hagsmuni. Vitið hver Wolfgang Streik er? Þýskur kall gamall en mjög klár og ég bara mæli með því að ég kynni ykkur hann og hann er mjög hrifinn af Söru Wegenknecht sem að náttúrulega margir netsósíalistar í Íslandi hata ægilega því að hún er ekki nógu hlynnt frjálsu flæði sko. Hún er bara svona einhvers konar gamaldags marxisti og mér finnst hún klár kona þó ekki sé ekkert sammála öllu sem hún segir. Í það minnst að hann hefur skrifað mikið og skrifað mikið kapitalisman og hann segir í held ég þetta bara síðasta bók sem hann gaf út sem kom út kannski fyrir 2 árum síðan sem heitir Taking Back Control minnum mig, þá er hann að segja sko að þjóðríkið er leiðin til þess að koma okkur úr vandamálum kapitalismans og nýfrjálsíkjunar vegna þess að þar getum við haft stjórn á hlutunum, þar getum við látið lýðræðið fungera og við eigum að minnka
minnka þetta yfirþjóðlega vald og koma okkur aftur niður á jörðina inn í þjóðríkjunum þar sem að þar sem að fólki sjálf getur haft stjórn á hlutunum. Og þegar ég fór svona að lesa hvað hann að segja og hugsa fyrir einhverjum árum síðan, þá eiginlega sá ég að ég bara mjög sammála honum. Og ég, af því ég trúi á lýðræðið og af því ég vil búa í samfélagi þar sem að það fólki sjálft sem býr í samfélaginu sem stýrir því hvernig það þá ég sammálaði að það betra fyrir okkur að vera með sterk þjóðríki þar sem að lýðræði til staðar, þar sem að við ráðum því sjálf hverju við kjósum og þeir eru skuldbundnir okkur til þess að framkvæma það sem þeir lofuðu að framkvæma. Og það ekki gott fyrir fólk að lenda í þeirri stöðu eins og náttúrulega Evrópubúar eru í að það eitthvað svona yfirþjóðlegt vald sem á endanum snýst alltaf að vernda gjaldmiðilinn, vernda hagsmuni Þýskalands eða Frakklands á kostnað alþýðu þá annarra landa. Já, þegar ég hlusta á því tala að þá eiginlega þá næ ég ekki að setja þig saman við neitt íslenskan stjórnmálaflokk meira heldur en miðflokk. Fyrir utan þegar þú droppar einhver svona andkapitaliskum og andífrálsirkju sem grunnurinn í þess að við erum að fara betur í það á eftir en í meginatriðum þegar þú ætti að tala þá einhvern veginn, þá næ ég ekki að para neitt stjórnmálaflokk betur við þig á Íslandi heldur en miðflokk. Ég ætla að henda einu úr kommentinu akkurat af því að það spurningina hvaða flokk myndi Sólveig endorsa í dag eða leggja blessunin yfir. Þessi komment sem við erum að tala sem hún að koma með, sem basically að verja lýðræðið og að við séum þjóðríkja, við séum sammála það að við erum með ákveðna aðferðafræði við að stjórna landinu og svo getum við verið innbyrðis ósammála nákvæmlega hvernig við ætlum að gera en þetta sé svona ákveðin grunnur. Það bara verið ógnaði. Það málið og það það sem að þó svo að við séum ósammála kannski hvernig á að í einhverjum mikroatriðum að útfæra hlutina þá erum við sammála það. Ég sammála það verið ógnaði og núna bara heyri ég svona pró-Evrópusambands fólki hvernig það mun bregðast við þessu og það verða bara sömu viðbröðin eins og alltaf öllu. Það bara hlæja, það að niðurlægja, það að segja þau eru heimsk, þau eru fíbl, þau skilja ekki, þú veist, hafa þau komið til Berlínar, hafa þau komið til Parísar og þá ekki ég að segja, veistu að ég nefnilega einmitt komið til Parísar. Ég verði bara eins og komið til Berlínar. Ég nokkuð sem verið í París, bara nokkuð oft og ég man eftir því þegar ég var í París að mig minnir árið 2013 eða 2014 ég fór þar einhver svona radikala ráðstefnu og svo var ég að taka lestina út á flugvöllin og þá bara sá ég að það voru bara svona eins og shantytowns sem voru bara búin að byggjast upp meðfram jafnbrautinni út á flugvöllin og það eru bara fólk í tjöldum með eld og ég hugsaði bara, vá, þetta ótrúlega hér, þetta bara inn í miðri Evrópu og svo man ég eftir 2 svona sjokkirandi, sem að mér var sjokkirandi atriðum í París, það var nokkrum árum seinna þá vorum við að keyra ég og maðurinn minn og krakkarnir og keyrum inn í gegnum eitthvað hverfi og það svona útimarkaður og þetta eru mikið fólk af einhverjum muslima bakgrunnum að sér það og þau eru að selja drasl og allt í einu bara komið fullt að löggu, bara þungvopnaður og það bara leysist allt upp, það hleypur eitt gaur yfir bílþaki hjá okkur, þú veist og þarna var bara konur og börn og fólk og þá sem að bara vá hvað þetta ótrúlegt ástand og svo væntanlega þeirri sömuferð þá erum við að keyra út úr bænum og þá keyrum við, þú veist, í gegnum og á endanum keyrum við í gegnum hverfi sem augljóslega mestmegnis af innflytjendur og þar keyrum við fram undir brú og þar sá maður bara flóttafólkið sem var þar bara tugum ef ekki 100 saman undir einhverju brú inn í París. Þannig að já, ég hef fokkin komið til Evrópu og ég bara sé hvernig hlutirnir eru. Ég var þetta í sumar ekki tekið undir þetta saman. Og ég meina, þú veist, hvernig getur, og ég vil spyrja þetta fólk tilbaka, hvernig getur þið látið eins og þessi hlutur sé ekki að gerast? Ég held að þau séu bara að spegla það sem þú ert að segja, þau hafa ekki komið þarna, þau hafa enga hugmynd hvað í fokkin gangi eins og orðaða. Þá eru þau bara í sinni búblu. Maður segir köllu týnda borgin, hún er bara lost. En ok, En bara svo það sé sagt svo að þú veist, svo að bara, já, að ég vil að það sé á hreinu. Ég ekki að kenna fólkinu sem verður fyrir
þeirri ógefi að þurfa að lifa svona vandan, þú veist, ég að kenna kapitalismunum og heimsveldastefnunni og Evrópusambandinu og NATO að hafa búið til ástand í veröldinni, þar sem að hlutar heimsins eru gerðir óbyggilegir vegna arðráns eða stríðis, fólk leystu upp neitt til að flýja inn í lönd sem vilja samt ekki taka mótið þeim. Þetta viðbjóður og þess vegna eigum við að vera á móti stríði, móti heimsveldastefnu, móti NATO og móti Evrópusambandinu. Að við viljum diplomasíu. Þú ert eiginlega bara orðin tröppist. Ég langar að ræða þetta aðeins betur og svona, en fyrst langar með að spyrja, bara, þú veist, það kosið á Íslandi á morgun og það skildumæting, þú átt að mæti kjörklegan, þú mátt ekki skila auðu, hvað kýstu? Sko muniði í kostningunum eftir Búsó, muniði eftir Hvað sé mér sér, Vinstri græn? Ég líka. Ég líka, veitir þegar mann eftir því, ég var bara eitthvað, já, nú tekst þetta. En það var ein gælla sem gerði þetta ekki. Ég get ekki eins og sagt hvað ég kaus. Það var ein gælla sem kúkaði í Kjörklefa kúkarinn. Var það í þeim kostningum? Það var í þeim kostningum. Líka Þannig að drottningin sem hefur gert þó það. maður sé neyddur til þess að kjósa, þá getur maður að púlla ýmislegt. Ég sagði, en fórsendan var þessi, þú að mæta kjörstað og þú mátt ekki skila auðu og þú mátt ekki kúka á kjörstað. Ekki vera að taka hennar valmöguleika. Þú verður að velja eitt flokk. Það fylgdi ekki sögunu, ég mætti ekki kúka. Nei. Þetta ekki bindandi svar. Ef þetta væri svona, þá þyrfti ég bara að stofna fyrst minn eigin flokk og svo ég geti þá kosið sjálf mig. Já, ok. Þannig að það gæti gerst. Ég er samt ekki... heimi þar sem að, þú veist, mér er bara stilt upp við einhvern kúklausan vegg. Og þetta er þá lausnin. En segðu okkur aðeins þessi nýfrjálshyggju heimur sem að þú sér fyrir þér. Hvernig lítur hann út? Hann lítur mjög vel út. Takk fyrir að spyrja. Ef við værum laus við nýfrjálshyggju, eins og þú kallar hana, Sko, á ég að segja, auðvitað vil ég búa í samfélagi þar sem að fólk sjálft bara stýrir atvinnutækjunum og við búum við bara mikið frelsi og erum ekki einhvers konar þú veist, við erum ekki þrælar kerfisins. Mér finnst það mjög léleg nýting á okkur, mér finnst það mjög léleg nýting á bara gáfum okkar, mér finnst það léleg nýting á bara okkar líkamlega styrk og hæfileikum okkar og ég held að það veri skemmtilegra og betra fyrir börn og fullorðna ef við værum ekki svona ótrúlega uppáða komin að vera einhvern veginn alltaf að vinna og búið til pening. En ég skil samt líka að ég bý í samfélagi þar sem að þú veist, kapitalismin er raunverulegur og hann er glóbal og ég er ekki að fara að grípa til vopna og fremja byltingu öðregana og ef ég ætla að gera það þá eru mjög fáir sem vildi gera það með mér þannig að myndi hvort sem eru mistakast. En þú myndir líka, þú væri ekkert endilega hlint í að það væri allt þjóðnýtt og að ríki myndi reka allt. Þú getur ekki framkvæmt öðrega byltingu nema þú sért með þú veist, stóran öðrega hóp sem eru að fara að gera með þér. Og það er auðvitað ekki staðan á Íslandi í dag þannig að við þurfum ekki eins og að tala um það en ég myndi sætta mig við góða útgáfu af svona sósíaldemókratísku velferðarkerfi þar sem að það er bara tekið tillit til þess að það er mjög mikilvægt að verkafólki séu búin góð lífsskilyrði vegna þess að þú vilt hafa bara gott hraust sæmilega ánægt heilbrigt vinnuafl þannig að ríkissjóðurinn er notaður með mjög markvissum hætti til þess að jafna kjör fólks. Já, það eru alveg einhverjir ríkari en það er engin fátækur og það er ekki látið líðast að einstæða mæður þjáist á leigumarkaði þar sem það er borgað 70% sinna ráðstöfunartekna og geti ekki almennilega sér fyrir börnunum sínum. Það er ekki látið líðast að, þú veist, ungir kallmenn veslist upp í einhverju reiðarleysi vegna þess að þeir hafi ekki almennilega góða vinnu sem að færir þeim einhverja fullnægju. Þetta er ekki látið gerast. Það er samfélagið sem ég vil búa í. Þar sem að í foreldrajafnrétti og þar sem að við erum öll sammála það að við eigum að vera góð við börnin okkar og akkurat núna þá er til dæmis Ísland bara alls ekki sérstaklega barnvænt samfélag. Engan veginn, þannig að þetta er samfélagið sem ég vil búa í og þá held ég að við værum öll bara aðeins svona balanseraðri og okkur liði betur, mögulega værum við tilbúin til þess að fara í einhverja svona aðeins meiri spiritualisma, þú veist, meiri tengingar við náttúruna eða almættið, meiri ró. Ég var alveg til í þetta allt saman sko. Ég var alveg til í þetta. En við erum samt það sem ég bý á eftir að hafa flutt til Spánara sem að ég
býja mestu sko, bara, nei, bara að vera þar, veistu, stundum, ég er náttúrulega ekki að segja að sé bara allt eitthvað slæmt við Íslands samfélag og allt sé betra þar, þegar þú mætir þar og þú ert sko ekki, hvað maður að segja, ekki í ykkur fjárhagserfiðleikum, þú finnur bara hvað samfélagið er miklu rólera, fólk gefur sér miklu meiri til auðvitað en alltaf pirrandi sem Íslendingur, þú ferð og þið vantar þjónustu og það er alltaf manjana, það er á morgun sko, en þú veist, það er bara hlutur sem þú þarft að læra á þarna, þú finnur bara róna. En við erum samt náttúrulega í grunninn, þú veist, þá er þetta sósíaldemokratist samfélag og eins og Skandinavíu, þú veist, við erum með en velferðarkerfið okkar hefur bara verið látið grotna niður og það hefur auðvitað náði það aldrei kannski að rísa nægilega hátt en það hefur verið látið grotna niður og við sjáum það með hvað skýrustum og svona augljósustum hætti í leikskólakerfinu. Leikskólarnir eiga að vera svona þjóðarstoltið okkar, 90% pluss allra barna á Íslandi fer í leikskóla og það gerir það að verkum að við erum með þessa rosalega háu atvinnuþátttöku kvenna sem er líka svona þjóðarstoltið okkar, gerir það að verkum að við erum mælumst alltaf í toppi í jöfnuð á milli karla og kvenna. En hvernig er leikskólakerfið rekið? Jú, það er rekið á mikilli erfiðisvinnu mestmegnis kvenna sem eru láglaunakonur. Og þegar að þær kvarta og segja, heyrðu, þetta gengur ekki lengur, þú veist, mér bara líður ekki vel, ég er ótrúlega þreytt, þú veist, ég bara held að ég sé að fara í örorku og svo framvegis, þá hlustar enginn. Við langar aðeins að taka þetta með leikskólana, því að við erum svolítið oft komið inn á þetta. Ég ætla bara aðeins að þú veist, smámyndi viðbót. Hvað með börnin? Íslensk börn eru með lengstan viðverutíma allra barna innan OECD. Þau eru, og þetta hefur bara verið rannsakað og það eru til ritgerðir og skýrslur þetta, þau búa við þröngbýli í leikskólunum, þeim er tróðið of mörgum inn í of lítið rými, það er ekki fagfólk við störf, bara einfallega vegna að þetta fagfólk er ekki einu sinni til, það er ekki búið að mennta nægilega mikið af þeim. Jónu talaði þetta á Spáni, það er alltaf fagfólk sem vinnur á leikskólunum. Og það er ofsalega mikið læti, þú veist, rosalega mikið hávaði, börn sem að þyrftu mikla aðstöð eru ekki að fá hann og þessu bara öllu grauta saman og svo erum við hissa á því að börnunum okkur líða ekki nógu vel, svo erum við hissa á því að börnun okkar get ekki lært að lesa þegar þau komið í skóla og af hverju tengjum við þetta ekki saman. Þannig að við erum ríkt samfélag og við eigum að geta gert þessa hluti vel en hér hefur verið stundum mikil auðmannadýrkun og auðmannadegur þannig að peningum sem ættu að fara í það að halda velferðarkerfinu okkar góðu og ættu að fókusera það að reyna að halda sem flestu fólki heilbrigðu og andlega og líkamlega fara bara í það að lyfta upp einhverjum auðjöfrum og einhverjum ríkum plebbum sem að mega alveg vera ríkir, ég hef einhvern veginn sagt þetta við áður, við sátum hér, mega alveg vera ríkir en þeir mega bara ekki vera ríkir á kostnað velferðar, barna, kvenna og kalla sem halda þessu samfélagi gangandi. Þetta er náttúrulega hrikalegt með lesturinn og það hlýtur að vera augljóst fyrir öllum að þeir eru upp með fólk sem tala kannski ekki einu svona íslensku og að vera ábyrgð fyrir því að kenna börnunum okkar íslensku. Við vitum alveg hvernig það endar og svo einhvern veginn þykist engin skilja neitt í þessu. Svo ertu með skóla að því að þú veist það er búið að setja fólk sem kemur hérna við bábúrin kjör saman í sömu hverfin og það er kannski 86% eða tæplega 90% af börnunum eru erlendu bergi brotin. Sjálfsögur lærir engin íslensku þarna. Það þarf engan snilling til þess að sjá þetta og þetta er heldur partur af þessum ótrúlega barnaskap sem hefur einkennt einmitt þessa ég veit ekki, hennan rungara sósíalisma sem hefur verið innan þessa flokka sem við varst að tala um þarna áðan, það sem er bara ekkert verið að horfast í augu við staðreyndir. Og ég segi bara, ef þú ætlar að vera alvöru vinstri manneskja, þá ertu bara alltaf að fara að horfast í augu við efnahagslegar staðreyndir, félagslegar staðreyndir samfélagsins. Annars ertu náttúrulega bara ekki alvöru vinstri manneskja. Mér langar að skjóta einn spurningu sem að bara aðtöga hvað þitt álítur að ég básunaði hérna nokkur sinnum þegar að kvennaverkfalli var núna daginn. Nú ætla ég að taka dæmi, þar er manneskja sem að mætti þarna og ég er ekkert Forseti Íslands. Borgarstjóri Reykjavíkur mætir þarna, bara ber sér á brjóst þarna eins og hún sé bara hetja þessa verkfalls og bara myndatökur og annað fyrir þetta. Með 4 milljónir á mánuði. Já, manneskja sem að var í samband sveitafélaga þegar var að vera að semja við leikskólakennara. Hún er manneskjan sem að er yfir núna batteríinu sem að er vitað að er að nýðast á til dæmis eins og skúringafólkinu sem að hafa verið að ráðin í verk sem að það er áætlaður allt og lítil tími í þessi verk því að fólk er að vinna launalaust í rauninni bara klukkutíma saman oft á dag.
finnst þér eðlilegt að svona manneskja mæti þarna í svona aðstöðu og berji sér á brjóst sem einhver meistari láglauna Segir kvenna fokk feðraveldið. Já, fokk feðraveldið. Hún er bókstaflega manneskjan sem er þarna veggurinn sem er að halda aftur af þessu. Þannig náttúrulega eru bara þessar ótrúlegu þversagnir sem að við búum við og þurfum að horfa upp á, að það er einmitt hægt að æpa einhver svona innantóm slagorð, fokk feðraveldið, þegar þú ert einmitt valdamanneskja, þú ert með solid stöð, þú ert með mjög góð laun, þú verður aldrei nokkuð tíman verið kúið af einhverju feðraveldi, en það er ekkert feðraveldi hér á Íslandi til þess að kúa konur. Við búum með fullt lagaleg réttindi, þú veist, ég meina það eru kona er forseti, kona er forsætisráðherra, er ekki konur meira og minna í öllum ráðherrastöðum og ég meina, við þurfum ekki einmitt að fara í opinbera stöður sem er ekki konur en það er sannarlega kúgun á vissum hópi kvenna og það er kúgun sem er keyrð saman af samtökum atvinnulífsins og kapitalistunum og hinu opinbera og það er kúgunin á verka- og láglaunakonunum. Það er einmitt kúgunin á láglaunakonunum og leikskólanum, það er kúgunin á konunum sem að vinna við ræstingarnar undir hrikalega biluðum aðstæðum. Þar sem einmitt, hið opinbera skiptir engum máli hvort það er hægri manneskja eða vinstri manneskja við völd, skiptir engum máli hvort það er kallaða kona. Þar sem að til dæmis það ráða ræstingafyrirtæki, það snýst bara að taka lægsta tilboðinu og það er ekki einu sinni tjekka hvort það er verið að basically bara berja konurnar áfram sem að bæðu oft verið að gera sem bara verið að gera og svo framvegis þannig að þetta er ótrúlegar þversagnir og ótrúlega hræsni og þetta er til dæmis ástæðan fyrir því að ég kalla mig ekki lengur feminista og ég er alin upp á auðvitað kannski heimili þar sem að það var dálítið undarleg pólitík þar sem að það var aldursmunur á milli pappa mín og mömmu minnar og amma kommunisti, hún sagðist að vera sósíalisti, þau voru nú sammála pólitík meira og minna alltaf, en hún var svona annarar bylgjufeministi og hélt að mér þessum gildum mamma þú veist, hún var áskrifandi að Veru og ég las Veru bara frá því að ég var lítil stelpa og þú veist, mér var gefið nýju kvennafræðirinn og þetta var allt útskipt fyrir mér og mér var kennt það að kona ræður sínum eigin líkama, þú veist, fóstureyðingar eiga að vera frjálsar, kona eiga að geta fengið getnaðvarnir, þú veist, allt þetta og ég trúi þessu auðvitað öllu ég trúi því að ég ráði því 100% hvað ég vil gera við líkama minn og svo framvegis og ég trúi því að ég sé nákvæmlega jafnrétt á ykkur í einu og öllu og ég trúi því að þið getið ekki nota eða þið megið ekki nota ykkar líkamlega styrk til þess að láta mig gera eitthvað sem ég vil ekki gera og því eru lögin sammála því eru lögin 100% sammála og við ótrúlegt satt alveg magnað en þessi nútíma feminismi, þessi svona, ég veit ekki hvort það ákalda þriðja fjórðbylgina, þessi svona háskóla teóríu feminismi, þar sem að einmitt öllu er bara grautað saman og allt er þynnt út þangað til að ekkert hefur neina merkingu lengur. Feminismi sem að snýst einmitt það að fara upp á svið og öskra fokk feðraveldið á meðan að þú veist að þernurnar á hótelunum eru ennþá í vinnunni, konurnar á hjúkrunarheimilunum eru ennþá í vinnunni, þú veist, og svo framvegis og þeir eru alveg sama og þú hugsar ekki einu sinni það. Ég tek ekki þátt í þessu, ég hafna þessu, mér finnst þetta til háborna skammar satt best að segja og ég vona að við konur, við verkakonur getum algjörlega distanserað okkur frá þessu og það er það sem ég segi og það er það sem ég vil gera að við eigum bara okkar eigin kvennabaráttu sem er í grunninn stéttabarátta og þess vegna til dæmis eflingu skiljum við okkur aldrei að það er bara kallar og konur saman og eflingar kallar sem að sumir vilja segja hljóti nú að vera óttalegir drullis okkur astana því þeir eru kannski ekki langskóla gengnir eða þú veist vinna hefðbundnir kallastörf aldrei hafa þeir staðið í vegi fyrir því þegar við í eflingu höfum ákveðið að setja kvennastéttabaráttu oddin aldrei staðið í vegi fyrir því Hvernig hafa kallmenn staðið í vegi fyrir því? Þeir hafa alltaf bara staðið með okkur 100% en vitið þið hverju hafa reynt að standa gegn okkur? Til dæmis BHM konurnar, til dæmis 100%. Þannig að já, ég bara, mér finnst þetta ömurlegt, ég tek ekki þátt í þessu, mér finnst þetta bara glata og ég vona þetta bara klárist sem allra fyrst. Það vantaði eitt hann í upptalningunni, það er hérna með feministana sem að krefjast þess að fæðingarólof kvenna sé jafn stutt og karla.
og að þær megi alls ekki missa úr meira á vinnumarkaði heldur en kallarnir, þess að krefjast þess að fæðingarorlof kvenna sé jafn stutt, þú veist, og alveg sama á kostnað hvers það er. Já, eða kallmenn mig ekki ráðstafið til konuna sem þið búa með, sko. Ef þið farið aftur til 2020 þegar þar síðast lögunum fæðingarorlof var breytt og þið skoðið umsagnirnar þar sem var verið að reyna að segja please ekki gera þetta svona, þið verðið að leyfa framsalið frá ljósmæðrum, frá landlækni, frá, þú veist, sálfræðingum, frá einstæðum foreldrum, bara please, þið getið ekki gert þetta. En þau hlustuðu ekki og ég man svo ótrúlega vel eftir því. Það var svona kannski fyrsta skipti sem ég svona virkilega fattaði hvað ástandi var ruglað, af því að ég hefði einhvern veginn ekkert verið að pæla neitt sérstaklega í þessu og þannig í formaður eflingar var bara vasast í öðru og svo átti ég má svo ég fyrir að skoða þessar umsagnir og ég fer og reyna að tala við þáverandi forseta ASI og hennar samstarfsfólk og segir það þarf eitthvað að bregðast hérna við, þú veist, þetta var bara verið gerð hérna mistök, nei, þetta á að vera svona. Og þá hugsaði ég bara eitthvað, wow, ok. Og svo stuttu setna kom grein eftir þáverandi forseta ASI, þáverandi formann BSB og þáverandi formann BHM, allt konur sem svo þetta er frábær breyting til hamingju konur. Alveg sama þegar rökin komið fram á móti þessu, það var bara double down. Alveg sama til dæmis, þó að allir viti að það er barni mjög hollt að vera eins lengi á brjósti og hægt er og að það er annar aðilinn í sambandinu yfirleitt sem að framleiði mjólkina og af hverju myndum við þá ekki vilja barnsins vegna og heilbrigðar framtíðar vegna leyfa þessu að gerast. Ég er að sjá fólki sem talar aldrei fyrir réttindum kalla. Það er að mínu viti að vilja klippa þarna á. Ég er að sjá fólki sem hefur engan áhuga á neinu sem tengist réttindum karla á neittnátt, nota það sem einhverja að við verðum að geta vera neittir til að tengja spanninu. En á endanum snýst þetta bara Excel-skjalið, á endanum þetta er bara yfirskinn, þetta snýst bara Excel-skjalið. Þetta snýst bara það að ævitekjur kvenna eru töluvert lægri en ævitekjur karla og það er vegna þess að konur eru oftar í hlutastarfi, það er vegna þess að konur taka lengra fæðingarorlof, það er vegna þess að konur eru meira í að sinna fjölskyldunni, það var kannski meira áhuga á því líka og eru með lægri, þú veist, laun og þess vegna eru ævitekjurnar minni. En hvaða barn og kvenréttindi eru það að þú veist manneskja á grafarbakkanum eigi að vera ógeðslega ánægð með það að hún var minna með fjölskyldunum sinni og minna með börnunum sínum. Ég ætla að segja þetta, já. Ég var að skoða þessa tölfræði. Og ég er kvenréttindakona og ég er foreldri og ég var þess ánægju aðnjótandi að geta verið mjög mikið með börnunum mínum vegna þess að við byggum í öðru landi og ég var ekki að vinna nema bara hlutavinnu og ég myndi aldrei nokkurn tíman vilja hafa skipt því út fyrir eitthvað karriér með einhverjum rosa feitum peningum, aldrei nokkurn tíman og eins ótrúlegt og það má virðast þá held ég bara að sé fullt af fólki sem hugsa bara eins ég held actually, þrátt fyrir kapitalisman og nýfrjálshyggjuna sem betur fer sé bara fullt af fólki sem er ekki obsessed af peningum og actually hefur áhuga á öðrum hlutum en það er ekki glæpur gegn einum né neinum, heldur er það actually frekar gott. Men líka gleyma oft af hverju það er sem að kallmaðurinn er nú oft meira úti og er tilbúin að hanga á sjó jafnvel mánuði í einu og eitthvað svoleiðis. Menn myndi í flestum tilfellum ekki hafa neitt áhuga á þessu nema að þeir eru að gera þetta fyrir það sem skiptir máli. Þess vegna held ég til dæmis að það sé lang algengasti hópurinn sem fyrir kulnun og brennur út og svona. Það eru einstæðar konur yfir 30. Þetta er stærsti hópurinn það sem er haldið tölfræði allavega utanum þetta sem fer í kulnun og annað. Það er tilgangsleysi. Fyrir hvernig er þetta að gera þetta? Fyrir hvernig er þetta að vinna 12-13 tíma vinnudag ef það er ekki fyrir það sem að býður eftir þér heima. Þú veist, fyrir það allra mikilvægasta. Í þessu tilfelli er verið að setja, þú veist, starfsframan í fyrsta sætið í staðinn fyrir það sem að við erum að gera til þess að sjá fyrir og tryggja öryggi þess sem er mikilvægast í lífinu sem er fjölskylda. Líka mjög mikil þversögn í þessu að það megi ekki framselja að megi ekki framselja á milli mæðra og feðra fæðingarorlofið vegna þess að við trúum samt öll á einstaklingsfrelsi, við erum mjög upptekin af því að hver einasta manneskja eigi hafa frelsi til þess að velja, frelsi til þess að velja sitt líf, samningafrelsi, hjónabandsfrelsi, þú veist, kynfrelsi í öllum sínum mikla fjölbreytileika. Rétt að skjóta inn við förum í komment þetta 10 mínútur. En af hverju megum við þá ekki ráða þessu? Af því það er bara feminist dogma. Nú var birt rannsókn mjög nýlega, bara í þar síðustu viku, það sem að
stelpa sem var að klára held í BS-gráðu í hagfræði og var styrta fjármálaráðuneytinu, kemur inn á að sem sagt konur eftir barnsburð eru með alltaf 5 ár sem að þetta var skoðað. Hvað voruð með mikið læri tekjur, heldur þessi 30% cirka bát, ég man ekki nákvæmlega töluna. Já. Og ég fór að skoða þetta, ég fór að bera saman, ok, konur í sambúð, þær droppa jafn mikið og konur sem eru einhleipar. Og það fekk mér til þess að hugsa Droppa í hverju? í launum, í tekjum. Já. Þannig að það segir mig það að konur sem er í sambúð og hafa þá meiri ráðstöfunartekjur og við gerum ráð fyrir því við séum að vinna saman, að það er sama dropp sem sagt í vinnutíma á öllum líkindum. Það segir mér einhvern veginn það frekar að þarna sé fólk bara ráðstafa tímanu sínum með sambarilegum hætti alveg samkvæmst í sambandi eða ekki. En það breytir ekki vinnutími kallana helst sem fasti. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að túlka þetta en svona fyrstum sinn þá hugsaði ég með mér, já ok, þú veist, það greinlega breytir engu hvort það sé í sambandi eða ekki, þú veist, kannski er þetta bara sömu ráðstöfunartekjurnar. Af því að þú ert að fá svo mikið inn í ráðstöfunartekjum sem er ekki tekið fram í skattframtali sem var ekki tekið inn í allar aðra tekjur heldur en þessi voru tekið í skattframtali. Nei, en mér fannst þetta bara áhugavert, ég bara svona fór að hugsa þú veist, er þetta í rauninni bara samningsatrið milli fólks, skilurðu? Og svo líka aldrei tala um það er bara fullt af konum og mönnum líka sem eru bara í hundlegri vinnu sem það er ekkert að vera í, þau eru bara að vinna til þess að fá laun, til þess að geta borga af húsnæði og keypt mat og ef þú getur fengið að, þú veist, vinna kannski aðeins minna ef að hinn aðilinn er kannski skemmtilegur vinnu og er til í að vinna þess meira og þú hefur actually ánægju af því að vera með börnunum og mögulega líka bara Guð hjálpi mér ánægju af því að halda heimili sem að til dæmis mér fannst bara mjög skemmtilegt að gera og finnst bara ennþá skemmtilegt að gera. Þegar ég á frí þá fannst mér bara mjög gaman að vera heima hjá mér að dunda mér við heimilistörf. Það gerir mig ekki slæma konu, þetta er bara mitt persónulega val. Þannig getur það ekki líka verið. Getur ekki bara verið að það sé bara hópur kvenna sem að sé ekki það bundin vinnu sinni að þeim finnist bara fínt að geta það er basically að síðan koma og svo líka bara það að þú veist það er alltaf verið að tala um styttinguvinnu og það er svo gott en á sama tíma er þess að krafa að konu drífis aftur út á vinnumarkaðin en það var akkurat þetta sem ég var að segja þú með 2 hópa og þú með annan þú veist báðir hóparnir virðast velja það sama af hverju þarf að segja að þetta hlýtur að vera mismunun það bara getur ekki verið bara persónulegt val, það bara getur ekki verið möguleiki það er ekki nærið því allir sem að vinna við það sem þeir elska það bara er ekki þannig en til dæmis eins og tilfell okkar hjóna ég held að það veri þegar við næst yngsta barnið okkar þá hafi þetta verið orðið svona og ég sagði strax bara ekkert mál við bara þú veist, ég tek þetta bara eftir 6 mánuði þú veist, og hún er það, er alveg saman, já, það er ekkert mál og svo er nálga 6 mánuðin, þá er nei, þú veist, ég treysti mér ekki í þetta, segir hún, ok, þú getur fengið 1,5 frá mér, þú veist, þannig að svo þegar það er að nálgast 7,5 mánuð sem hún er búin að vera heima, þá byrjaði hún bara að fá bara, þú veist, bara líkanlega viðbröð, bara tauga óstyrk og bara, og svo eftir svona 2 vikum á hann átt að fara að vinna, það er bara frosti, ég get ekki farið frá barninu 7,5 mánaða gömlu og ég bara meika þetta ekki og þannig að við erum að dreifa þessu einhvern veginn, þú veist, þannig að hún var bara launalaus og þú veist, þetta er alveg ókleift fyrir konur að fara frá barni sem er með á brjósti, við vorum alveg búin að tala um þetta er ekkert mál, þú bara mjólkar þig og ég gef því bara þú veist á pela og það er líka ógeðslega fyndið eins og það sé bara auðveldasta mál í heimi og eins og konu getur bara allt inn að breyst í einhverjar kýr mjólkurkýr og þetta ætlum við að reyna að gera að það sem barnið með holt var að brjósti er ekki bara mjólkin fyrst og fremst er þetta líka nándin þetta er þú veist tengslamyndunin þetta er það af því að ef þetta væri bara mjólkin þá myndi konun ekki einu sinni þurfa að vera mjólkarsakn það getur bara keypt fucking þurrmjólk og sett í pela það snýst ekki bara um það þetta er líka samsetningin og mjólkinni, hún hefur mikið að segja og mennur til þess að sjá það núna með mjólk bara þú kemur inn á það þess að ótrúlega þetta eru kvenréttindakonur sem eru að berja niður þessa náttúru sko einu sinni þá var náttúrulega svona allavega einhver partur af kvenréttindum og feminisma var líka með upptekinn af barnréttindum
og við eigum að geta Það er svolítið langt síðan. við eigum að geta samtvinna þetta og við eigum að vilja axla ábyrgð gagnvart börnum, Mér finnst ekki vera bara okkar eigin heldur börnum samfélagsins vegna þess að samfélag sem að getur ekki sinnt börnum sínum á góðan og eðlilegan hátt er samfélag sem er að mistakast. Mér finnst bara ekki vera neitt áhugi fyrir þessu hjá þeim sem að kalla sig feminist í dag. Mér finnst þetta bara að vera ég og mér frá mér til mín. Það snýst ekki börnin. Ef ég geti haft allt forræði þá myndi það taka það. Ef ég getur látið að borga 10-falt meðlag þá myndi það gera það. Þú veist, það er 1-falt eða 2-falt eða 3-falt og maður var að sjá núna í nýlegum blaðagreininum að menn, þeir eru ekkert með eitthvað rosalega háa ráðstöfunartekjur þegar við farin að borga margfalt meðlag sko. Og þetta er orðið alveg bara verulegt álag. Ég sé tölfræðum það að menn sem eru að borga meðlag að sko þetta sé orðið bara eitt sterkasti svona prediktorinn eða má sletta til þess að vera öryrki, þess að menn bara ráð ekki við þetta þá fara þeir í virki að vera öryrkja til þess að ríki borga og mér finnst bara þessum hópi vera alveg sama börn eða rétt er að þess að hitta báða foreldra sína og svo framvegis mér finnst þetta farið að snúast þetta er einhvers konar vopn, þetta er orðið einhvers konar eitthvað svona vald, þú veist, sama með ásökunarmenninguna, það áttu bara nóg að ásöka, þú veist, við fengum dómsmálaráðherra til að koma fram og segja við trúum alltaf ásakendum, það var bara basically það sem hún sagði, hún er dómsmálaráðherra, hún var að passa bara réttláta málsmeðferð, það er hennar hlutverk að gera það og henni var bara alveg sama og hann hendur þessu og kastar kallmönnum öllum fyrir bílinn og öllum fyrir vagnin undir rútuna og þú veist og maður er svona býtu þú veist á hvaða staður við komin að því við vorum að tala áðan, við vorum að tala lýðræði, við vorum að tala þú veist það er ákveðin mál hvernig við erum með samsetningu samfélagsins sem skiptir máli ef við ætlum að búa saman og þrífa saman óháð skoðunum og þannig er þetta bara yfirgefið og horfa mannauðstjóra í dag einhver sem að segja pólitíska skoðun á X-inu og þá kemur einhver mannauðstjóra og segja nei þetta gengur ekki, það getur einhver ósáttu við þetta er stjórnarspársbundir réttur að fá að tjá sína skoðanir. Ég er sammála því en mér langar að segja að ég held það væri bara mjög gott ef að við gætum hætt á milli kynjana í þessum svona rosalega antagonisma. Ég held að vera mjög Þetta er hræðilegt. Ég held að vera mjög gott og ég held að það þurfa ekki allir að vera sammála allt og og svo framvegis og það er fullt af köllum sem er ekki sammála ykkur og það er fullt af konum sem er ekki sammála mér en við ættum að minnka spennuna í kynja samskiptunum, ættum að skrúfa hana aðeins niður og einmitt reyna að fara að feta aðeins svona hófstilltari. Ég held að það snúist heiðarleika og sannleika. Við möndum sammála það að kynin get ekki án hvers annars verið 100%. Og þetta, það sem hefur komið okkur á þann stað sem við erum í dag er samvinna kynjana. Já. Og hún er með ólíkum hætti þú veist við eigum hvort annað upp, við erum ólík sko, mín skoðun svo það þarf heldur ekki að vera þessi miklu spenna vegna þess að það eru full lagaleg réttindi konur eru að fullu lagalega varðar á nákvæmlega sama hátt og karlar þannig að þessi spennustig þarf ekki að vera svona hátt það á eftir að ná ýmsum árangri í ýmsum hlutum en það á við svo ótrúlega margt sem að snertir bæði karla og konur. Til dæmis bara í efnahagsmálum, í húsnæðismálum, í svo mörgu sem að við þurfum að leggja kraft á okkar saman til þess að koma okkur á betri stað. Og við verum alltaf að rífa okkur í sundur yfir einhverju sem að kannski við þurfum ekkert að vera að rífast yfir. Þá náttúrulega höfum við ekki fókus eða orku til þess að standa saman það sem við þurfum að standa saman Það er fullt af fólki sem missi vinnuna ef að það verður opinberlega viðurkennt það sem að þú varst nú bara að segja núna. Það séu komin sömu réttindi, við séum ekki lengur að eiga við þetta, hvað maður segja, ójafnrétti í samfélaginu okkar. Það er bara fullt af fólki sem að ríki þar þá að vinnur við þetta að mála upp þessa svörtu mynd. Ég skal bara ég skal búa til nýja vinna fyrir allt þetta fólk sem að verður bara það að í stað þess að einbytta sér þessu þá getur þau bara einbytta sér að stéttakúninni, stöðu fátæksfólks, stöðu verkafólks. Getur við kalla þessa mannauðstjóra og allt þetta lið bara til þín? Og að markvisst að setja resursa í það, markvisst að leysa þau vandamál frábært, þau geta öll fengið vinna við þetta ég skal aðstoða því í þessari baráttu eitt varandi kvenréttindabaráttuna sem er langar til að aðeins að svona þreifa á þér með sem að er svona
sko, stjórnmálamenn forðast þetta eins og heitan eldin, þeir vil ekki eyða sko pólitísku kapitali í þessa umræðu því að hún er mjög svona, það dregur mjög af fólki og þetta er ekkit issue í raun og veru hér á Íslandi en þessi umræða er mjög hvað ég segja verður fyrirferða meiri til dæmis í Bretlandi sé og að það eru kvenréttindakonur þar feministar af gamla skólanum sem eru bara komnar upp á hillu með nasistum og fasistum af því að þær eru sko það sem við kallað sko exclusionary radical feminist TERF eins og hún J.K. Rowling til dæmis sem eru konur sem að segja, herðu, hinga á ekki lengra, við viljum ekki fá líffræðilega karla inn í kvennarýmin okkar, við viljum ekki fá það í íþróttirnar og við viljum ekki fá það í kvennafangelsi og fyrir vikið er þetta fólk stimplað sem nasistar og fasistar. En þetta er, hvað finnst þér þessa baráttu terfana? Ég sé hvað finnst þið dóttægilega. Ég bara hef gaman að því að lesa og hlusta alls konar hluti og ég hef lesið greinar frá konum sem myndu vera kallaðar TERFs. Helen Joyce. Það sem að ég bara, sem að ég get alveg sagt sumt, ég er bara alveg sammála sumu og ég, hef séð fregnir af því að einhverjar svona gamlar annarra bylgju, einhverjar feministakonur voru búin að vera að hittast áratugum saman á einhverju ráðstefnu þar sem að þetta voru bara þær og allt í einu þá voru þær rosa vondar af því að þær vildi ekki hleypa öllum inn sko og mér finnst þetta leiðinlegt og mér finnst að fólk verður að fá að hafa hlutina sína líka fyrir sig sjálfa og það er það mér finnst ekki eðlilegt að þurfa einhvern veginn að rústa því en aftur bara eins og ég var að segja áðan samskipti kalla og kvenna og það hvar við ætlum að setja orkun okkar þá tel ég að orku allra væri betur varið í að einbeita okkur að baráttunni fyrir bara góðu lífi fyrir alla mannsæmandi kjörum og ekki að týnast í identity stríðunum ekki týna okkur í því. Þetta var mjög dipló-pólitískt svar. En ég meina, en mér finnst þetta í alvörunni, sko. En ég get alveg, en eins og ég var líka að segja, ég get alveg skilið þessar fullorðnu konur sem að hafa verið, hardcore, bara radikal feministar, hafa actually þurft að berjast fyrir ótrúlegum hlutum og hafa actually náð miklum árangri í sinni baráttu. Ég meina, eru actually þær sem að gáfust aldrei upp og tryggðu það að konur njóta sömu réttinda og karlar. Og mér finnst leiðinlegt að þær megi ekki bara fá að hafa sinn lífstíl og sínar hugmyndir, sín svæði fyrir sig. Mér finnst það ekki fallegt að ætla einhvern veginn að gera þeim svo upp að þær séu vondar manneskjur af því að þeirra menning er heilu og merkilega í þeirra augum. Ég bara ber virðingu fyrir þeirra menningu eins og ég ber virðingu fyrir menningu annarra. Já, en sko eins og þetta eru kvennarhreyfing sem að fór með mál allarlega upp í Hæstarétt í Bretlandi sem úrskurðaði að skilgreiningin á kyni ætti að vera hinn líffræðilega skilgreining en ekki einhver huglega skilgreining. Þetta er rosa mikið issue, þú veist, af því að nýja hreyfingin segir, nei, kynið er huglegt og fyrir vikið eru sko líffræðilegi karlar farin að taka sko gull á ólympíuleikum kvenna, bara, þú veist, Ég fylgst ekki með íþróttum, en sko, það eitt er biológist kyn, við erum spendýr og við þurfum að fjölga mannkyninu og svo þurfum að fjölga stofninum, það er bara það sem spendýr gera og svo getur fólk haft skoðanir á kyngerfi eða gender og svo framvegis og þar sannlega er mjög fjölbreytt flóra. Ég til dæmis er sjálf kona og ég er fædd kona og ég skilgreina mig sem konu og ég hef alltaf verið kona og ég mun alltaf vera kona en ég hef samt líka marga karllæga eiginleika. Ég er alin upp það er bara allt annað upp af fullorðnum kalli sem að fór með mig á boxmyndir frá því ég var 5 ára og þú veist, kendi mér hinn svona gildi kallmennskuna sem rífast og þú veist, vera tilbúin til þess að slást eða þarft að slást og vera ekki helvítis aumingi. Karakterar eru náttúrulega bara óendanlega margir sko. En það er það sem ég er að segja, þannig að við erum óendanlega fjölbreytt og mér finnst til dæmis glæpur gegn konum að ætla að segja, þú veist, konur eiga að vera svona, konur verða að vera sætar, flottar, þetta. Mér finnst það ekki cool, mér finnst það ekki kósir, mér finnst að konur eigi sjálfar að fara að ákveða hvort þær vilja vera sætar eða skemmtilegar eða hvort þær vilja ljótar og leiðilegar.
Mér finnst fínt að viðurkenna þetta allt saman, já, en, já. en þegar En það fara þú út í að þetta- blanda saman líffræðilega kyninu, skilur, að það sé bara eitthvað huglegt dæmi sem að, og það er bara náttúrulega, aftur Mér langar að sko, stinga undir það sem ég ætla bara að segja, postmodernismin er bara kolklikkuð Ok. geðsjúklingasúpa og fólk sem að betur og mikið af þeirri geðsjúklingasúpu verður sjálft alveg kom bara punkturinn yfir í þig. klikað. ok, hafðu búin að segja það sem ég vil heyra. Ég ætla að segja það. Á Frosti endanum komið er svar ekki sitt. hægt að tala það, Já. því þú ert bara þú hugsa bara, ég er bara eitthvað venjuleg mannskja og ég sé bara, þú veist, hlutinir eru svona og það er nokkuð augljóst, en svo ertu að tala um einhverja mannskju sem er bara tala bara tóma steypu, sko. Þetta er manneskja sem að myndi geta haldið því fram að meðan að fólk trúði því að sko sólin að jörðin sólin snýrist í kringum jörðina, þá hefði það actually verið þannig. Það trúir því að, þú veist, orðræða sé raunveruleikinn, að raunveruleikinn sé ekki raunveruleikinn, en eins og ég sagði einu sinni fyrir löngu síðan, þú veist, borð er borð, arðrán er arðrán, þú veist, manneskja er manneskja og sumt er bara Akkurat, sko. og Það það er er þetta- ekki það er- hægt að tala neitt við fólk sem að segja bara eitthvað já, nei, þetta er bara discourse. En Þá þessi er svona fjórða bara, ok, bylgja bye. hefur svolítið verið stríð við raunveruleikan. Þessi fjórða bylgja hefur verið stríð við raunveruleikan og hún hefur verið stríð við... Mér bara- finnst bara einkenni nútímans Já. að fólk vill bara svolítið mikið verið í stríði við raunveruleikan. Er það? Mér finnst það. Já, Mér finnst Nú- það. nú til dæmis- ég er sammála því. Já, nú til dæmis sko tengi ég svolítið við það sem þú varst að segja því að sko nú kem ég úr fjölskyldu sem að eru sko allir bræður mínur eru sjómenn, Já. pappi var sjómaður og mamma auðvitað gift sjómanni, systir mín er gift sjómanni en nú hef ég til dæmis ekki farið þessu, ég hef unnið mest við það sem að ég myndi vera bara hefbundin kvennastörfur en ég hef verið á leikskóla, ég er kennari og ég hef verið mikið að starfa með börnum og allt svoleiðis. En ég bara tengi enga veginn við þetta dæmum að það gerir eitthvað svona, ég veit það ekki, gerir fólk kvenlegra eða kallara, skilur. Nú ætla ég bara að henda því hérna í beina útsendingu og þeim er frjálst að láta reyna á það ef að þeir hafa nú látið gera það. Ég get til dæmis ekki alla sjóarabræði mína og hýtta á ef að út í það að farið, skilur. Þannig að þeir þurfa bara að gleypa þetta þegar ég fæ einhver símtölu á eftir. En hérna, þú veist, ég er samt að vinna, þú veist, svona í kvennastörfum og svona, skilur. Þetta eru kvennastörf í rauninni. Já, þú veist, Ég bara kannski- tengi ekki við þetta séu, það gerir mann kvenlegri eða kallari, bara alls ekki. Ertu þá að tala um eins og kennarastarf? Það er náttúrulega bara 90% kennara eru konur. Já, ég hef samt einhvern veginn aldrei lítið á það sem kvennastarf. Nei, Ég en hef það aldrei er gert það, þú veist, tæknilega séð. Já, En þetta er ég einmitt meina- hérna, með raunveruleikan og hérna, aftengingina við raunveruleikan er hérna, ég held að það sé einmitt líka svolítið sem hefur gengið af vinstrinu dauðu og það er líka, veist, ef við færum þetta aftur Ég er sammála þessu vegna þess að venjulegt fólk, það, ok, á hverju hefur það áhuga? Það hefur áhuga á því að geta átt þak yfir höfuðið, geta séð fyrir börnum sínum, geta, þú veist, tekið sæmileg frí til að hvíla sig, og geta hugsað bara, já, lífið er svona nokkuð stabílt. Og það hefur engan áhuga á því að fara í eitthvað debatt við raunveruleikan. Það bara hefur engan áhuga á því. Og líka bara getur það Og þegar að vinstrið fyrir að snúa sér upp í það einmitt, bara eitthvað, við séum öll bara eitthvað að debattera hvað er raunveruleikin, þá hugsar þetta fólk, ég hef engan áhuga á þessu og hvert snýr það sér? Snýr sér auðvitað að hægrinu og svo setur vinstri eftir að bara, já, ég skil ekki akkur þau eru svona vond, akkur vilja þau leita til hægrisins. Ég skil það, því að það er búið að bulla og ruggla svo mikið að fólki bara misbýður og það nennir ekki að hlusta á þetta raf lengur. eins og í Bandaríkjónum er þetta sko, þetta er náttúrulega demokrataflokkurinn sem að heita vinstriflokkur er eiginlega ekkert vinstriflokkur í hérna, svona pólitísku samhengi við Ísland en hérna, þar hefur við séð mikið svona high profile fólk sem að var demokrati en er orðið republikanar Eins og Robert F. Kennedy. Já, og bara hérna, ótrúlega margir sem við getum talið upp en þú heyrir aldrei eitthvað svona ég var einu svona republikani og hérna og svo bara einhvern veginn þroskaðist ég og núna er ég demokrati í dag, gerist bara aldrei þetta er algjörlega óhugsandi þannig að hérna, þú veist, þetta er shiftið er alltaf verða þú veist, og þetta er út af þessari óraunveruleika þessi hérna, raunveruleika tengingin er farin og En fólk bara samt náttúrulega tengir ekki lengur við þetta. sko alþýðan, hún fer svona á milli. Ég meina, fólk sem að kaus Mamdani, það var fólk sem hafði áður kosið Trump. já, Fólk sem að kaus Trump hafði áður kosið Obama. Vegna þess að alþýði fólk í Bandaríkjunum, lífið þeirra er bara fokkin ömurlegt. Það er bara búið að fokkin rústa bandarísku samfélagi og það er lítið eftir fyrir fólk
annað en að vona og það að elta vonina betra líf þannig að þú veist, þau trúðu Obama það var erfitt að gera annað, það var mjög sannfærandi hann deliveraði engu þannig að þau fóru til Trump og svo fóru þau til Biden og Trump gerði lífsviðurværi þeirra betra og svo sama fólk og kaus Trump núna tilbúið til að kjósa Mamdani og þannig nú pendullin hann í Bandaríkjunum, hann sveiflast alveg rosalega núna hratt fram og tilbaka og hann mun halda áfram að sveiflast hratt fram og tilbaka þangað til að það kemur pólitíkus sem í alvöru fyrir að delivera svona alvöru New Deal, Roosevelt style uppbyggingu á bandarísku samfélagi. Ég ætla að fara í kommentin að þú ert búin með Ég held að það verði Robert F. Kennedy sem aftur að gera það Ég held að Herri, ég ætla að vippa upp nokkrum kommentum hérna. Það byrjar hérna bara let's go frá Bertel. Herðu, það 15% afsláttur á hrafnetta.is með, og svo kóðin hérna, það í pinned comment. Hrafnetta.is, hvað það? Hvað það? Ég rosa spennt. Já Oh my god. Sponsin okkar og við erum hérna með handa þér. Á ég þetta? Já, þetta fyrir þig. God, takk fyrir. Þetta frá hrafnetta.is, það 15% afsláttur núna meðan að þátturinn stendur yfir. Þetta við báðum hann ekki einu sinni þetta, hún bauð okkur að hérna. Þú getur haft að kósi í skapætur. Hvað Hrafnetta að selja? Hún að selja alls konar svona baðsnirtivörur og eitthvað svona dót. Þannig að ef ykkur vantar jóla eða afmælisgjöf fyrir konuna eins og mig og hérna þá skellið ykkur þangað og veslið eitthvað gott. Ég veit að nú fóðu baðbúmbur. Hún að gera það, hún að setja sig í ákveðna áhættu með því að sponsa okkur, þannig að við eigum að veluna, drengir. Þetta leppupakki. Drengir og frúr. Þannig að hérna, já. Takk fyrir. Næsta komment svo að það Holy Thunder King, okkar maður, tími til að bjórkasta og svo hérna sem að kommentið áðan, ég ætla að bjórkasta mig fram að svölunum eða skipta aftur gest. Ég ætla aðeins að fara út í það, sko. Við vorum með Brynja Kall og Sólveigu, svo sendi Sólveig á mig að kom ekki til greina hún mæta á föstudaginn og þannig að við náðum kvöldin í kvöld og þá gat Brynjar ekki mætt. Sá hafði ég samband við hann Tóta Hjartar í einni pælingu og hann ábókaði bara með nokkura klukkutíma fyrirvara. Já, og þá náði ég í okkar mann, Temu Sverri. Og þá loksins býðurum mér. Já, býða lengi að þú voru að... Ég ánu mörg skilaboð þar sem að ég get slegið þetta fram að borðinu. Herðu, svo kemur þú hættir við og hættir svo við að hætta við og komst. Já, ég þannig að þetta er búið að vera alveg ótrúlega rugglilegt. Þannig að þetta er búið að vera, en þetta leist. Ég var ótrúlega fegin og skildi koma. Og svo kemur hérna í nýjustu fréttum, Frosti segir N-orði og verður kanselar að legavísi. Það er búið að reyna kanselunum heldur oft held ég. Svo kemur hérna Gunnar Smári mjög góður í að finna vandamál en koma svo með verstu lausn allra tíma við þeim. Þannig að, já. Pistillin og Gunnari Smárum uppgang miðflokksins út af við erum allir incels. Já, ég veit ekki hvort þegar við lesið hann gerði það á rauðaborðið þar sem hann var svona líka ástandinu við ástandið og eitthvað svona og bara gaf í skina að það hérna væri bara einhverja incel menningu og svona og ég gat nú ekki stilt mig að kommenta sjálfur á það að segja bara þú veist greinilega ekki hvað incel einu sinni fyrst þú þetta líka þessu saman. Mér finnst þetta líka, mér finnst við eigum ekki að tala svona annað fólk, við eigum ekki að vera bara já, eins og einhver sagði daginn að ungir drengir sem vildi kjósa miðflokkin kynni ekki að lesa. Gunnar Smári að segja að þeir sem aðhyllast miðflokkin að þeir geta ekki fengið að ríða alveg sama hvað þeir reyna. Þetta er basically það sem hann að segja orðrétt og ég meina það er bara skömmað svona að þeirra menn tala svona sko. Mér finnst það ekki gott og við höfum ekki að tala svona annað. Þóra Kristín í Silfrinu sem sagði Fíla Þóra Kristínu og mér finnst hún skemmtileg en við eigum ekki að tala svona, þetta er svona basket of deplorables þú veist við eigum að vera búin að fyrstulega ok, einhverjum kannski finnst þetta en þú veist við eigum, ef við ætlum að vera eitthvað að tjá okkur pólitíku, við eigum að vera búin að læra þetta er mjög off-putting, fólk vil ekki heyra þetta og ég meina í flestum fjölskyldum við hugsaum þetta bara þannig, í flestum fjölskyldum þá er einhver sem þið þykir vænt sem er bara mögulega mjög hrifin af miðflokknum þú veist alveg að þessi mannski er ekki ólæs incel þetta situr fólki svona og jafnvel þó hún væri þetta sem hún verður að nutta framan í hana er það þannig skilur við? Nei, þú veist, hvað ætlaði næst að gera? Fara að kalla fólk fatlað eða þú veist, hvað vilja þið gera? Ef að fólk er að fara að kjósa eitthvað
hefur það yfirleitt bara mjög góðar ástæður fyrir því og þetta sem að tapandi vinstrið hefur verið að gera sem alltaf eitthvað svona bara já, fólk heimst, kjósendur svo heimskir, kjósendur svo ömulegir. Nei, það ekki þannig. Fólk yfirleitt bara frekar klókt, það bara að lifa sínu lífi, það fylgist með, það að hugsa, það að lesa fréttir og það að taka einhverja niðurstöðu og ákvörðun út frá því sem að það metur sig gott fyrir sig og ef við erum ósammála niðurstöðunni þá þurfum við að hugsa býta en hvað kom manneskjunni þarna og hvar get ég það mættina á leiðinni og fengi hann alltaf að ganga til liðs við mig og þetta lúsera pólitík að tala svona ég fíla þetta ekki. Mér finnst að mér langar að taka þetta lengra, mér finnst þetta líka bara alveg ótrúlega heimskulegt að segja þetta í pistli Miðflokkinn. Þess að sko alveg sama hvað hverjum finnst Miðflokkinn, þá þarna fólk sem reyna að berjast fyrir því að Íslendingar geti eignast börn og það sé meiri fólksfjölgun í Íslandi og aðstæða séu þannig að fólk geti eignast börn og verið með börn og svona kannski lengt vorum að tala fæðingarorlof og allt þetta, þannig að þú veist hvernig getur það tengst incel culture? Þú veist, þetta bara sko þetta hefur líka bara fyrir öfu áhrif kalla menn nasista og incel og eitthvað svona. Já, ég meina þú veist, einhver hissa á því að menni svo Gunnar Smári og fólki á samstöðunni sem gjössanlega búið að missa allan trúveruleika. Ég meina þau hafa algjörlega séð það sjálf og það enginn þurft að hjálpa þeim við það og þegar það verið að segja við mig eitthvað svona ég veist, af hverju að segja fyrir ekki bara leifið þeim að tala, bara í guðanabæðan leifið þeim að segja allt sem þau þurfa að segja en þess að þau sjáum sjálf sig alveg eins. Ég hlust alltaf á samstöðuna þegar ég Já, og þú kalla líka Það bara nota tækifærið, við förum í það aðeins betur á eftir, ég get lofa eitthvað því en ég byrti mynd inn á söfniðunum og á Twitter líka, ég neita Kaldex það sem að mest podcasti sem ég mest hlustað á þessu ári, það einmitt tveir kallar. Það eru mínu menn. Það eru Þorsteinn Maff og Haukur Bragason. Ég alltaf í vinnunni sko. Ræðum þetta. Þetta eru karlfeministar Íslands. Það líka. Hún veit alveg hver Þorsteinn Maff er. Hún var að skrifa hann daginn. Já, þykist ekki. Ég las þann fyrstin og heldur góður í aður. Við förum í hann á eftir. Ég elskaði þann fyrstin algjörlega sko. Ég ætla að vippa nokkrum kommentum í viðbót. Það er Bona Seira, Cecilia, Páll Heimir, Solveig hefur rétt í hugmyndina, ekki einu sinni tala, borða bara nammi, þetta frá því alveg í byrjun. Býtum við. Ég ætla að taka þetta, við förum frá Hóli Þöndingi spurninguna hans á eftir. Hérna svo var hvaða flokkmundi Solveig endorsa í dag, hún kom sér... Hún skautaði fram með því. Skautaði rosalega fram með því. Minn eigin flokk sem ég þurfti þá að stofna. Hún myndi annarkvað skýta á kjörseðilinn eða stoppa sin eigin. Það var svarið sem fengum. Kolbeinn sem var gestur hjá okkur, hann með spurningu til Solveigar Önnu sem var gesturinn hjá okkur. Kolbeinn. Ef ég man rétt, þá ertu trúið, ef það er rétt munað, hvaða áhrif hefur trúin haft á pólitískar hugmyndir þínar og stéttabaráttu? Vá, góð spurning. Já, ég er alveg upp á trúleysingjum og var svona trúleysingi en ég var aldrei og ég var ekki alveg á þessum svona leiðinlegu trúleysingjum sem allir er svo heimskir sem trúa alls ekki og bara við höfum að bera virðingu fyrir trú annara og menningu og svo framvegis. Svo bjóði ég í Bandaríkjunum í nokkur ár, svolítið lengi og ég fór eftir svona 2 ár þar, þá fór ég svona bara vera mjög forvitin amerískt samfélag og fór svona að lesa og kynna mér og þetta var það George W. Bush var forseti, var ekki að segja að Trump sé versti forseti í Bandaríkjana en það er svo sannlega ekki rétt, það er sannlega verið verið fórstæðar, meðal annars motherfucking George W. Bush sem að gerði Það er alveg senior eða junior? Ég er að tala soninn Já. sem að gerði innrás í Afganistan, innrás í Írak, fjöldamorðingi og satisti og níðingur og svo fór ég bara svona, ég vildi skilja þetta, ég vildi skilja rasismann í Bandaríkjunum og ég vildi svona í alvöru skilja bara hvað er kapitalismin. Og svo þegar ég var búin að velta mér upp úr þessu í nokkur ár, þá fylltist ég svo hræðilega örvendingu að ég hugsaði bara ég get ekki meir. Og þá fann ég að ég var trúið og það kom eitthvað til mín til þess að bara hjálpa mér yfir þennan hjalla sem að ég var komin að, þar sem ég hugsaði bara ég get ekki horfst í augu við hvað heimurinn er ömurlegur og þá fór ég að fara í kirkju og fór í kirkju okkur mennsta sunnudegi í 3 ár og var mjög trúið og það hjálpaði mér mjög mikið og þessi svona progressíva bandaríska trú sem að ég kynntist, hún hafði bara mjög mikil áhrif á mig pólitískt og hún svona mildaði afstöðu mína í mörgu
en hún gerði mig líka svona einbettari í mörgu og þetta var fín kirkja sem ég fór í, það var bókasafn í þessari kirkju og þar kynntist ég Elizabeth Cady Stanton sem er hérna ein af fyrstu súfragettunum. Hún hélt hérna Seneca Falls Convention árið 1848 með Susan B. Anthony, var svona alvöru gamaldags kvennistundakona, ég las ævisögu hennar og var mjög hrifin og ég kynntist líka Frederick Douglass, veitir kannski hver það er, sem var einmitt mætti á hérna Seneca Falls ráðstefnuna, hafi verið þræll og frelsaði sjálfa sig og hófst svo handa við að frelsa aðra og ég las eina af sjálfsævisögum hans og las ævisögu hans, þannig að þetta dýfkaði mig og kendi mér bara mjög margt og kendi mér líka mjög mikið það einmitt að þú getur haft trú og verið marxisti sem að trúir á hérna svona efnislegan raunveruleika. Hvað langt sem þú bjóst í Bandaríkjunum? Ég flytti heim 2008. Og ertu ennþá með þessa sömu trú? Svo komum við heim og þá hugsaði ég, ok, ég ætla að halda áfram að fara í kirkju og dóttir mín hafi verið í svona sunnudagsskóla og kór, þannig að við vorum í grafavænum og við fórum í kirkju og ég fattaði mjög fljótlega þetta var ekki fyrir mig, íslenska þjóðkirkjan var ekki að gera neitt fyrir mig og dóttir mín var í kórnum með vinnir í svona 3 mánuði, þá kom hún heim og Hvernig var það öðruvísi fyrir ekki? Ég ætla bara fyrst að klára þessu og kom með mér svona, mamma, ég vil fá hætt í kórnum og ég sagði, akkur viltu, þau syngja bara Jesú og það var kannski ástæðan vegna þess að kirkjan sem ég hef verið í úti, hún bara skoði allan heiminn og það var bara allt undir. Hvernig kirkja var þetta? Unitara kirkja, þetta er Unitarian Universalist og meðan svo kemur hingað og þá ertu bara með sömu einu bókina og þetta er ekki góður leikur sem þjóðkirkjan er að spila sko, og svo reynir hún að verða vók til þess að bjarga sér. Hún er aldrei að bjarga sér vegna þess að það er ekki það sem að nútíma fólk vil. Við viljum einhverja dýft. Ef ég ætla að vera trúið fullorðin manneskja enginn sem vill sjá biskupinn dansa á TikTok og heila, þá af hverju á ég að vera trúið? Ég ætla að vera trúið vegna þess að ég horfist í augu það að mannleg tilveru er flókin og erfið og oft á tíðum hræðileg og það er erfitt. Ég vil einhvern styrk. Ég vil styrk og haldreipi. Ég vil ekki kjánaskap og yfirborðsmennsku. Það er nóg af því. Það er það sem ég er að flýja. Ég flý kjánaskapin og yfirborðsmennskuna. Ég vil fá eitthvað frá trúnni. En er engin svona sambarlega kirkjudeild eða trúfélag á Íslandi sem ég veit okkar maður Veistu, þekkir þú það eitthvað? Hefur þú verið í svona trúmálum? Nei, sko, ég er endar gaman að segja frá því að því ég var, eins og þú varst að lýsa á hann, þessi leiðilegi trúleysingi. Ég var bara alveg, ég var hróttalega leiðilegi trúleysingi. Þegar mér fannst bara allir og svo fucking heimskir sem trúa. Þú varst með hringdir í lið og gerði bara trúir þú að ég var svona, ég viðurkenni alveg. Og sem betur fyrir það þorkastmaður og ég trúleysi tekið frá mér fyrir nokkrum árum síðan og ég hætti fyrst hætti ég bara að vera svona ákveðin í trúleysisafstöðu minni og svo smátt og smátt fór ég að vera trúaðari og núna er ég svona síðustu 6 eða 7 sunnudaga hef ég búin að mæta í kirkju. Í alvörinni? Þjóðkirkja? Nei, það er bústaðakirkja, já í þjóðkirkju og það er en það er endar sko, kannski ekki að marka þetta er svona krakkamessa þannig að ég hef ekki kynnst þjóðkirkjunni að neinu leitinu á bara og mér líður rosalega vel, ég kemur á sunnudöfum kl. 11 og það er þetta bara verið að syngja Jesú og svona og tala við börnin og eitthvað og mér líður bara sjaldan betur en þennan klukkutíma í bústaðakirkju á sunnudöfum núna en ég væri alveg til að Já, svona leiði mér í minni kirkju ég kendi mér sér sunnudagaskóla þar ég átti að kenna börnum eitthvað svona blóð og vísindi og ég vissi nú ekkert það og var eitthvað að reyna að læra hérna smásjóna en það var mjög gaman en svona leiði mér ég fór og þetta var klukkutími af bara frið og bara síminn er skilin eftir fram og mér bara leiði vel og þetta bara gaf mér ótrúlega mikið og ég vildi óska að ég hefði eitthvað svipað sko. Þetta voru 3 ár af bara frábærum sunnudögum og þú veist, svo voru jólin haldin og þá þú veist komum við þarna saman og þá sungu börnin og gerðu og þetta var bara yndislegu tími. Mér líður mjög vel hérna og ég vona bara þegar börnin síðan vaks úr grasi og maður hættir að fara í krakkamessur og þá verði eitthvað sem ég get farið í. Þessi kirkja sem ég var í, þau voru með rosalega flott barna- og unglingastarf, mjög flott sko. En þú veist, þú þarft að hafa held ég svona dedikasjón, þú þarft að hafa klárt fólk þú þarft að vilja vanda þig sko. Og því miður þá virðist það ekkit endilega að vera svona efst á listanum sko, þessi svona vandvirkni sem að þarf til að gera hlutina vel Ég hef tekið eftir því að meðal ungra stráka sérstaklega og við sjáum hérna Sverri sem er hérna í þættinum þú ert líka mjög trúaður ég er nú svona kannski trúaður svona
Ég meina, ég lesi slatt úr ritningunni og trúafræðum og guðfræði og heimspeki, svona gaman af flóknum og pælingum og djúpum, en ég hef aldrei verið að mæta í kirkju. En ég teki eftir því að í mínu nánustu umhverfi þá er alltaf fleiri sem að sækja í kirkju, að sækja í Guð. Og ég held að þetta komið svolítið inn á þess að tala með að fólk að leita einhverju tilgangi, að leita einhverju dýpt og þú veist, og samfélagið bara að fara í einhverju alltara átt og þú veist, það vantar eitthvað bara svona, einhvern fasta, eitthvað haldreipi, eitthvað sem make a sense, eitthvað guidance og ég held að sé sérstaklega eins og þú veist að tala hjá ungu strákum og þeir eru farin að leita sér kirkju og þá eins gott að sé einhver innihaldsrík kirkja og þess vegna akkurat og þess vegna ætla ég að koma að því að þú veist, það þarf einhverja svona innihaldsríka, sterka, góða kirkju sem bara kenna góð gildi sem að við höfum bara viðhaft í langan tíma eins og þú ert að lýsa þannig í Bandaríkjunum að vera að fara yfir söguna, það eru góða bækur, það er frábært fólk að það sem hefur gert góða hluti, þú veist, þetta er bara góðmennska, þetta er svona bara svona prinsipatriði og þetta vantar og hérna, ég er búin að taka eftir því þó nokkuð mörg ár að þetta vantar og þú veist, það sé ekki þetta yfirborðskenda svona Jesú kjafta eitthvað. Hún gerði allt þetta en það var líka hugrekki, hún sagði líka við erum á móti stríði. Við tökum líka pólitíska afstöðu, hún er ekki flokkspólitísk en þetta er afstöða með friði vegna þess að Kristur kendi okkur að friður er mikilvægur friður miður og að við stöndum gegn stríði við viljum ekki að saklaust fólk sé myrt fyrir lygar eða vegna þess að einhverju pólitískar sé ekki ofsótt og svo framvegis en ég meina, en það eru líka bara sterk fjölskyldugildi það þarf líka og ég held að ef að kirkjan hér gæti einmitt sýnt svona hugrekki þá kannski ætti einhvern meira sens en já, fjölskyldugildi það getur þýtt eitthvað svona mjög dóminerandi þú veist, það getur þýtt það að hér er bara fjölskyldan, hún er bara lokuð inn á heimilinu og þú veist, börnin er bara hlýða foreldrinum og konuna að hlýða manninum og svo ætlaðu öll að hlýða Guð og Jesú. Já, ætlaðu að fara í einhvern kelvinista hugmyndafræði, sko. Og einmitt, á þessu bókasafni sem í þessari kirkju sem ég fór í, einmitt, fekk ég frábæra bók sem heitir Proverbs of Ashes sem var skrifuð af 2 konum, annari sem hafði flúið hróttalegt heimilisofbeldi og hinn var guðfræðingur. Þess að þær voru einmitt að lesa sig í gegnum orð Krists og reyna að kenna okkur það að við eigum ekki að vera að sækja í þjáninguna, við eigum ekki að vera að fókusera á það, heldur eigum að fókusera á aðra hluti og ég er sammála þessu og ég aðhyllist fjölskyldugildi. Ég held að það sé mjög gott og hollt fyrir fólk að búa saman í fjölskyldu, ég sé mjög gott og hollt fyrir fólk að eiga góða foreldra sem það geta leita til, ég held að það sé mjög gott og hollt fyrir fólk að geta hjálpa stað og ég held að það sé gott að upplifa þessa væntumþykju en fjölskyldugildi með náttúrulega ekki þýða einhver svona kúun Nei, það skiptir máli hvaða er en ég, þú verður að hlýða mér eins og ég sé þetta fyrir mér þá er þetta meira sameiningatátt það sem að fólk kannski borða saman deilir saman stund þú veist, er saman og hátíðista og jólunum er stuðningu hvort við annað á erfiðum tímum og yfirgefur ekki hvort annað af því að þú veist að það er prinsipatrið saman hversu erfitt verður og við ræktum svona ákveðin góð gildi og veist, ég er sammálaður, við erum á móti kúgun umburðarlyndi fyrir hvort öðru og svo veist upp ákveðinu marki samt, við þurfum að skilja umburðarlyndi og í dag höfum við myndað umburðarlyndi fyrir fólki sem er algjörlega óumburðarlynd fyrir umburðarlyndi og það fer algjörlega gegn hugmyndinni umburðarlyndi þannig að hérna og Karl Popper skrifa þetta í bóksinni hið frjálsa samfélag á sínum tíma og að ef þú ætlar að eyðileggja frjálsa samfélagi þá gerur við með það að sýna fólki umburðarlyndi sem hefur ekkert umburðarlyndi fyrir umburðarlyndinu það er svona og tók eftir Guðjón Heiðar, hann kom líka inn á þetta nýverið í viðtali á Tóta Hjartar í einni pælingu og þetta er alveg rétt og þetta hefur verið að gerast Heiðar Guðjón Heiðar Guðjónsson fyrir ekki afsakið að fara með nafn en já, þú veist, það er það er svona í grunninn og við erum að flytja líka inn fólk sem að kemur frá öðru menningarheimum sem að hafa önnur grunngildi og svona út frá heimspekinni og þeim pælingum saman hvort þessi Aristoteles eða Karl Popper eða einhver annar, þá gengur þetta ekki upp sko. Meiri sé að var Marx sko, það er nú sína skoðanir á því. Þannig að ég held að verða að blanda saman sko of mikið af grunngildum sem fara þvert á hvort annað, þá getur ekki sko átt samfélag sem að sýni hvort öðru samkennd, þess að þau í grunn passi saman sko. Næsta komment var einmitt rífist útlendinga koma svo. Ég ætla að segja að það er, þú veist, háttsettur íslenskur kapitalisti
hans grunngildi að arðræna lægra setta íslenska mannina eða konuna, það skiptir engu máli þó að þau deili þjóðerni, þó þau tali sama tungumál, það skiptir ekki máli þó þau hafi mögulega meira sem farið í sama barnaskóla og fermst í sömu kirkju. Arðránskildið vegur alltaf miklu þyngra hjá kapitalistunum heldur en með þjóðernið eða þessi svona sameiginlega ást á Esjunni, sameiginlega ást á falla íslenska sumrinu og lúpínunni. Þannig að meinar þá bara að því að það var meira vægi fyrir hans skilur, vegna þess að hann alltaf að fara að láta það trompa öllu hinnu. Það trompar mennskunni, það trompar ættjarðarástinni, það trompar hinnum kristni gildnum, etc. En ok, kristingildi versus íslamísk gildi, hvort betra? Má ekki segja annarkvort sé betra en hitt? Ég meina, við vorum að tala staðreyndir, var það ekki á hann? Við vorum að tala tölfræði. Ég held að hvert einasta land sem að býr við júdi og svona kristjan, hvað ætti maður að segja, gyðinga eða kristin gildi, þetta eru, minnir þetta sé eitthvað í kring 50 þjóðir, ég man ekki, þú eru ekki að fara með það nákvæmlega, hvert einasta ríkið þarna frjálst lýðræðislegt samfélag. Hvað heldur það sé hátt hlutfall af íslamskum eða múslimskum löndum? Ég sé bara gott fyrir þessum 50 löndum, bara vel gert, en eru þau frjálst lýðræðis samfélög vegna kristninar eða eru þau það vegna baráttu verkafólks til þess að fá að lifa frjálst? Þú veist, ég held að það er doktorsríkir hins vegar, ég getum ekki farið yfir það, sko. Og ég eina lýðræðisríki í Íslam það ekki bara Tyrkland eða? Viltu kalla það lýðræðis? Já, á pappírum. Já, á pappírum. Ég meina, en það er allan að þykist vera með lýðræðislega kosningar og svona. Já, ég held að það séu nokkur, alveg 3 eða eitthvað. Á ég segja hvað mér finnst? Og mér hefur alltaf leiðið svona, bara ég man að ég hefði svo skoðum bara þegar ég var lítil stelpa. Mér er alveg sama hvernig aðrar þjóðir lifa, mér er alveg sama hvaða trúarbrögð þau stunda. Það skiptir bara engu máli. Þau hafa bara rétt á sinni menningu, sínu lífi, sínum hefðum og ég trúi því bara af einhverju svona djúpu innsæi að við eigum að eiga í friðsumum samskiptum og viðskiptum, við eigum að praktisera diplomasíu, við eigum að gera okkur sjálfum og öðrum kleift að fá að búa í sínu heimalandi með sinni menningu. Finnst þið talibanar eiga rétt á sinni menningu? Mér finnst að fólkið í Afganistan hafi átt rétt á því að lifa frjálst undan heimsvalda stríði og hryllingi. Mér finnst þau hafa haft rétt á að lifa frjálst undan því. Nú erum við bara að tala um það sem er í Afganistan bara núna. Finnst þeir hafa rétt á þeirri menningu sem er núna í landinu? Mér finnst það bara ekki vera vandamál sem ég þarf að takast á við núna. Mér finnst bara vandamálin á Íslandi og í mínum heimshluta að vera bara það mikil og alvarleg að ég þarf ekki að vera að velta mér upp úr þessu. Ég er engin einhver savior. Ég þarf bara ekki að setja orkunum. Ég er ekki white savior. Ég þarf ekki að setja orkunum mína í þetta. Það er líka að segja ykkur út af hverju. Ég get ekki leyst þessi vandamál. Og hvernig höfum við núna síðustu áratugi reynt að leysa vandamálin í þessum löndum? Já, Maggast sigldi nú skipið til Gaza og leysti allt það. Með að drepa fólk. Hvaða vandamál leysir það? Þannig ég segi, ég get ekki leyst þessi vandamál. Af því leiðir ég ætla ekki að vera að velta mér upp úr þeim, aftur á móti get ég leyst vandamál í mínu samfélagi og ég ætla þá að nota orkuna mína og heilan minn í að gera það frekar en að vera eitthvað bara guð minn góð hvað allir er að báta þarna út í heimi. En það er partur af þessu dyggðablætis vinstri, en við vorum að tala um En það er einmitt og svo hafa einmitt djöfusis imperialistarnir og svínin notfært sér fíflin og fávitana sem vilja dyggðaflagg og þegar við ætlum að fara að frelsa konur og förum að frelsum konurnar í Afganistan. Já, hvernig ætlaði að frelsa þær? Með drepar, frábær frelsun. Yes, vel gert. Ég tek alveg undir þetta, ég ber fulla virðingu fyrir ólíkum menningarheimum og mér finnst bara svona romantískt eða heillandi skilur að kannski fá að ferðast til Mið-Austurlanda mismunandi menningar og upplifa þar, þú veist, bara menningu Persa í Íran og þó ég sé algjörlega ósammála hvernig fara með konuna sína, þá bara er það ekki einhvern veginn mitt mál, ég bara, heimurinn er of stór til þess að ég get einhvern veginn díla við það. En hins vegar, þegar þetta er komið eins og til dæmis í einhverjum borgum Bretlands eða Hollands, það sem að bara múslimar eru að verða í meirihluta, verða meira en 50% í ákveðnum bæjum eða borgum og þá er bara hinn íslamska hefð
smátt og smátt að taka yfir. Bretar hefur náttúrulega ekki átt að vera svona miklu fucking imperialistar. Menn þú getur ekki verið, skilur rekið imperialist ríki. Á það að Þeir byrja eru bara- almennum borgum. Nei, ég er bara að tala, við erum bara að tala um staðarindir. Þú getur ekki rekið hérna imperialisma og þú veist farið og valtað yfir og hérna tekið yfir önnur lönd og aðrar þjóðir og ekki haldið að, þú veist, það komi þá líka heim til þín aftur. Það er margir imperialistar sem hafa enga síður háttaði þannig. Þeir hefðu heldur ekkert Rússar Nú hefur einn íslamski heimur verið Það nánast var ekki keisari í Rússlandi. Jú, þá back in the day. Já, ok. Nú hefur einn íslamski heimur nánast ekki verið neitt nema imperialismar í gegnum tíðina það sem þeir hafa getað og það er allt logaði stríðin alltaf í sögunni eins og annar staðar. Þeir eru ekki að takast á við neina af vandamálunum sem að því fylgir svona, þá sem Mið-Austurlandi, þau taka ekki við neinum af fólkinu sem að Bretar eru að gera og annað. Já, ég meina, akkur ættu það að taka við fólki, er ekki aðalega fólk að flýja þaðan? Það er náttúrulega vera, þeirra grannar er að flýja. Ég ætla að segja að þetta er ekki rétt, vegna það er náttúrulega rosalega mikið af flóttamönnum og flóttamannabúðum út allt í Mið-Austurlöndum. Hvaða löndum? Já, ég meina til dæmis er auðvitað fullt af flóttafólki frá Sýrlandi sem hefur farið til annara Mið-Austurlanda. Það er, þú veist, diaspora frá Palestínu frá árinu 1948 út öll Mið-Austurlönd. Ég meina það eru flóttamannabúðir Afgana inn í Írak og inn í Íran, ég meina, þannig að þetta er ekki rétt. Það er rétt við landamærin þarna í Írak, Þetta er ekki rétt. Að megninu til þá er það Tyrkir sem að hafa tekið við fólki sem að vera að flýja í Mið-Austurlöndum. Það var bara verið að segja að þeir væri ekki að taka við flóttamönnum. Það er aðlóta því að vera að fara í genum Tyrklandin í Evrópum. En til dæmis þessi hryllingur er að gerast á Gaza það sem að bara, þú veist, allir sammála bara hryllilegur hryllingur. Ég er ekki allir sammála því miður. Og þar, já, en allir hér en Gaza liggur á landamærum til, sko, það sem á að heita vinnveitt ríki, þú veist, sko, það er annars vegar er Ísrael sem er að ráðast á það, svo hinum megin við hinn landamærin er Egyptaland, sem eru múslimar. Nei, það er alveg harðlokað, bara landamærin alveg stálslegin. Egyptaland er náttúrulega bara í vasunum á Bandaríkjunum. Og þeir hafa engan áhuga á opna. Það hefur verið búið að taka við Gaza, sko. Múslimska bræðarlagri náði völdum í Egyptalandi, var steypt af stóli með bara morðum og blóðsúthellingum og Egyptaland er bara í vasunum á Bandaríkjunum og af hverju myndu Egyptar opna landamæri sín til þess að Ísraelar gætu dispellað palestínsku þjóðinni? Af hverju myndu þeir eins og gera það? Ég held samt að þeir líti ekki á þannig að þeir séu að halda vegnum hann alveg lokum til þess að Ísrael takist ekki ætlunumverk sitt að reyðja öllum hann út. Ég meina ef að Bandaríkjamenn voru að styðja Egypta og myndu og við skulum bara fara í gegnum þetta, fyrir mikið rökin. Ef svo væri að myndi það þó ekki leysa það ágætlega fyrir Ísraelana að fólki á Gaza myndi flýja það en yfir til Egyptalands og þá eru konum með Gaza bara fritt fyrir sig. En sko þetta, þú veist, stríð og átök og hryllingur hafa mikla tilhneigingu til þess að fæða af sér meiri átök, hryðjuverk og hrylling. Algjörlega. Og burt séð frá hinnum ýmsu öðru ástæðum þá held ég að engin myndi vilja opna landamæri sín til þess að taka við heilli þjóð inn til sín sem er að vill ekki flýja landið sitt, vill nota bene ekki fara, lítur á landið sitt sem sitt land sem er líka rétt, vill ekki láta reka sig í burtu. Haldið þið að hvernig myndi það eins og virka? Já, ég held að sé hópur hann sem að vill fara frá landinu sínu sko en getur það ekki? Ég er náttúrulega fullt af fólki sem hefur náttúrulega flúið frá Palestínu og býr í Bandaríkjunum og býr í Evrópu og býr út allan heim. Fólki sem er nær átökum og hefur verið nær átökum heldur en við síðustu áratugi, það gerir sér grein fyrir því sem og Kolbeinn dósent sem var að kommenta á þann að fólk sem er með sem sagt, hvað heitir það, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, og flóknast líka, að það er hættulegt umhverfi sínum og þetta er bara sama og fyrir fólk sem hefur kannski alist upp í alkohóliskum ofbeldisheimilum að þá... Það eru náttúrulega þeir sem eru hættulegir umhverfi sinu, það eru náttúrulega Ísrael og þeir sem eru hættulegir Mið-Austurlöndum eru Ísraelar og ef við ætlum að minnka líkurnar á því að fólk þurfa að vera að flýja löndin sín, þá til dæmis hættum við að gefa Ísraelsmönnum peninga og vopn.
það er svona aðeins hérna mun dempa, Já, þá- dempa En mér finnst einn góð spurning samt í þessu samingi. Ég langar að fá að klára þetta. Já. Að sko, þú ert með fólk sem er búið að vera í áratugi í kringum fólk í stríðsáttökum. Þú ert með fólk sem er með þessar raskanir, sem að gera það miklu líklegri til þess að beita ofbeldi eins og þú varst að segja. Þú veist, þér ekkert sama að taka við rosalega mikið af fólki sem að er búið að vera í stríðsáttökum af því að það er miklu líklegri til þess að brjóta af sér, miklu líklegri til þess að drepa ykkur, það er miklu líklegri til þess að fremja hryðjuverk og svo framvegis. En þetta er nákvæmlega það sem er verið að biðja okkur öllum að gera, en þetta er það sem að fólkið í Miðausturlöndum er yfirleitt ekki tilbúið að gera og það er ekki tilbúið að gera einmitt vegna þess að það veit þessa hluti. Þess vegna finnst maður svolítið klikka að fólk sé að óska eftir að við sem að flytja inn fólk hérna í stórum stíl sem að er í þessari aðstöðu, hefur sýnt sér bæði í Hollandi og sérstaklega í Danmörku þar sem það tekið stundu, hvað var 70% af fólkinu sem komið fangelsisdóma sem hafa verið flutt til Danmörku, sko, frá til minns Palestínu. Þetta eru rosalega tölur, nú er ég ekki... Það voru mjög hátt en fyrir ekki það voru sómalar sem voru með 70%, Palestínumennum voru þess að rétt yfir 50%. Þetta voru svakalega tölur og nú er ég ekki að segja þetta því ég er á móti Palestínu, ég óskaði alls sko, ég vil ekki neitt deyju, ég er á móti þessu stríði og mér finnst þetta að vera þjóðamál þegar það er að fara að drepa börn sko í 20.000 vís og berða saman þessu Úkrænustríði, þá er þetta ekkert annað en þjóðamál, punktur. Og ég tek líka undir það að við eigum ekki að vera að styðja við það með einhverjum hætti. Ég er þetta ekki svo vera að Íslendingar sé að styðja við Ísrael með neinum hætti. Ég held að við séum tiltölulega öll með svona yfirlýst afstöðu að við séum á móti þjóðamálum. Hins vegar hafa Bandaríkin verið mjög duglega að styðja við Ísrael. Og Evrópusamtið. Og þú veist, ég svona, maður átta sig ekki alveg á því af hverju er ekki hægt að enda þetta, en ég hef bara ekki verið þarna. Ég þekki ekki aðstæðurnar. Vona að þetta endi. Ég hef komið til Palestínu. Já. Ég hef náttúrulega ekki komið til Gaza, ég var náttúrulega að fá að koma til Gaza, það var engi getað að fara þangað inn mjög lengi, en ég var á Vesturbakkanum og ég kom til Nablus og ég kom til Ramallah og það var bara mjög áhugavert, mjög skrítið, mjög mikil gestrisni, þetta ekki mjög vel á móti okkur og mjög merkilegt að sjá þetta. Þarna voru til dæmis konur sem að voru með mjög vestrænan klæðaburð og svo konur sem að voru því sem næst alveg huldar, þú sást allt spektrumið og mjög mjög svona virtist vera mjög bara opin og svona gestrisinn menning sko. En það er ein pæling sem að sko, að þú talar að leysa vanda Miðausturlanda, sko, bara taka Ísrael út enginu. Það er mjög gott ef það verður að það. Ef við myndum reyna að sjá það fyrir okkur, segjum svo að Bandaríkin myndi að hætta að styðja Ísrael og skrifinu lengra en það, einhvern veginn getum við séð fyrir okkur að Ísrael yrði afvopnað algjörlega, það er öll vopn tekin af Ísrael. Og þá ættum við að sjá fyrir okkur, og það myndi þá leysa alla þessa skálmöld í Miðausturlöndum og þá er það bara friður. En hvað myndi nákvæmlega gerast það? Er það bara reknir bóstal og botn Miðjarðarhafsins? Öll vopnir eru tekin af Ísrael. Það er enginn bóls og höfuðs á Ísraels og það er allir drepnir. Þeim eru útrýmt. Það náttúrulega gerast oft hræðilegir hlutir eftir að land og þjóð hafa fram í þjóðamál, til dæmis eins og Þjóðverjar. Hvað kom fyrir Þjóðverja árið 1945? En þeir eru ekki allir drepnir? Nei, þeir voru ekki allir drepnir, en ég meina það voru loftarásir og borgirna voru sprengdar í tætlur og það var, mestu nauðganir sögunar. Mikil, þú veist, það hafði gríðarlega áhrif á þýska alþýðu, en svo var ákvörðun tekin það að, þú veist, reyna að viðhalda friði í Evrópu og láta Þýskaland byggjast upp aftur og það geta Arabaríkin í kring myndu aldrei að það hafi gengið ágætlega, en að sjálfsögðu ef að það yrði farið í það að reyna að afvopna Ísrael og reyna að koma á friði, þá þurfti náttúrulega augljóslega að vera þarna fjölþjóðlegt friðargæslulið, þungvopnaðra manna, væntanlega áratugum saman. Ég held bara að þetta sé óbúslega barnalegt að mörgu leyti að bera saman, sem sagt, falsakar orðalagið, Þýskaland og Sovétríkin og Evrópa á þessum tíma sem að, þú veist, það er ákveðin grunngildi þarna. Ef þú lest hatiðurnar og Kóraninn og boðskapinn þar að, þú veist, það voru bókstaflega að fara minn þjóðamorð á tímum og af spámanninum sjálfum.
Ég meina það einhvern blöðum með það að fletta að þeir drápu gyðinga bara í þúsundavís og öll sveinbjörn sem að náðum ekki hnið, hvernig sem það var. Þannig að þú veist, það er gyðingahatur, það er ræktað frá árinu 600 eða svo og það er svolítið öðruvísi. Bandaríkjamenn voru 100 árum saman með sko rosalega brutal industrial þrælahald. Þú veist, þjóðir gera ótrúlega hluti, þú veist, mannskeppnan er færum brjálæðislega grimmd og hrikalegan sadisma og stundum þá kemst á þjóðfélagsskipulag sem að gengur út og grimmd og sadisma en svo kannski líður það hjá og gengur yfir og það sem ég var að segja áðan er að ef það ætti að afvopna Ísrael og koma frið þá þyrfti að vera þungvopnaði friðargæsluliðir fjölþjóðarliðis og það þyrfti að vera algjör samstæða það í heiminum að þetta ætti að vera svona augljóslega er það annars ekki hægt og við erum því miður mjög langt frá því að eitthvað slíkt geti gerst en aftur þjóðir hafa framið ótrúlega glæpi, þjóðir hafa komist upp með alls konar viðbjóð og við getum væntanlega farið þú veist bara aftur til bara absolutt árdaga til þess að fara að telja hérna dæmin fram að vorum dögum. Það voru enga síður hvítir menn í Norður-Ameríku sem ákvaða það að afnema þrælastefnuna og það voru hvítir menn sem fóru í stríð út af því og börðust út af því. Bretar tóku síðan þrælastefnuna líka og réðust á sjólarríkjastrípin, þeir upprættu það. Þannig að þeir tóku upp sitt einsdæmi að skiptum skoðun og breyta þessu. Þeir tóku náttúrulega ekki upp sitt einsdæmi í Bandaríkjunum var náttúrulega búin að vera mjög hörð baráttu abolitionista fyrir því að suðrið ætti ekki að fá að vera með þrælahald og Frederick Douglass sem ég var hér að minnast á áðan, hann einmitt var einn af svona sterkustu abolitionistunum ásamt fjölda annara og á endanum þá er ástandið orðið þannig að já, það brýst út borgarastríð. Sko, það má segja að þrælahald það hefur verið manninum eðlislegt borgarastríð gerast líka. Það má eiginlega segja sko, gegnum gang mannkynssögunar hafi þrælahald verið manninum eðlislegt en það er hinn vestræni maður sem afnemur það. Sko, industrial þrælahaldið í Bandaríkjunum kannski væri hægt að bera það saman við sko eitthvað svona brútalisma, þrælahald sem kannski Grikkir eða Rómverjar voru með í einhverjum svona einhverjum af sínum svona kúuðu svæðum. Já, Ottomanveldi kannski. Ottomanarnir og Miðausturlöndin voru ekkert skárri í þessum málum. Industrial þrælahaldið í Bandaríkjunum er samt sögulega séð að öllum líkindum einstakt að sama Hefur boruð það sama við tölunar frá Ottomantímanum. Ég er bara að tala líka aðferðafræðina eins og til dæmis helfur þjóðverja gagnvart gyðingum er raunverulega sögulega einstakt fyrirbæri. Þó að það hafi verið framdar helfarir og pógroms og allt mögulegt, þá er það hvernig þetta var gert, með hvaða hætti og hvernig kerfið endurnærði sig. Það er eiginlega ekki hægt að finna neitt sambarlegt. Það er náttúrulega mjög ólíkt að því leitinu til að það er þeirra eigin fólk sem... Ekki sambarlegt. Það er náttúrulega mjög ólíkt í að því leitinu til að það er þeirra eigin fólk sem að selur þau til Bandaríkjamanna í þrælahald. Það voru Afríkumenn sem seldu þrælana. Þeir seldu sitt eigið fólk til... Burtsi frá því og það verður kannski komið svona við erum svolítið komin á þegar þú ert með plantegru þar sem eru 100 ekki 1000 og þú ert bara að láta þau reprodúsera til þess að búa til fleiri þræla, þá skiptir kannski ekki svo miklu máli hver þetta hefur verið gert í allstaðar sem að þrælahald hefur verið ég hvet ykkur til þess að bara lesa til dæmis eina alveg frábæra bók samtvinnun kapitalismans og þrælahalds í Bandaríkjunum sem heitir This Half Has Never Been Told. Hún er bara algjörlega mögnuð og ef að fólk hefur einhverjar efasemdir það að svona efnahagslegur og kapitalískur raunveruleiki þrælahaldsins í Bandaríkjunum sé ekki sögulega einstakur, þá mun það ekki vera á þeirri skoðun þegar það er búið að lesa þess bók. En ertu ósammála því að afnám þrælahalds sé vestræn hugmynd? Ég veit að þrælahald var afnumið í Bandaríkjunum með borgarastríði
þar sem að, þú veist, ógeðslega margir dóu og hræðilegar fórnir voru færðar, þannig að það er Því að ekki vestræni menn voru til í að deyja fyrir Já, þetta. og af því að báðir var söðrið ekki vestrænt? Var norðið bara með vestræn gildi en ekki söðrið? Þeir töpuðu stríðinu. Borgarastríð og þeir töpuðu. Ef þeir hefðu unnið, væru við þá bara eitthvað, já, þetta er bara vestræn Ég held að það væri bara verið Já, þá væru við að segja að þetta voru vestræn gildi. Það var bara ekki þannig sem það fóru það. Okay. En mér finnst við vera að skauta aðeins Það framhjá var allt vestræn gildi svo lengi þess að það gerist á Já, Vesturlöndum. þegar yfirleitt eru gildi sem veru ofan á sem að meiri hlutin vill fara eftir. Það er ekki alltaf þannig, en flest stríðu eru unnin af meiri hlutum. Stríð sigrast ekki náttúrulega á gildum, sko. Nei, en við erum að Á meiri hluta. Meiri hluta. hluta, já, Fyrirgefðu. bara hver með Jú, meiri sterkari her. sterkari her, við erum komin svolítið út fyrir Pínu rauninni lýðræðislegt, út samt fyrir ekki. svolítið það sem að ég myndi kalla hérna rauninni það sem að efni sem við vorum að tala um og komin kannski svolítið djúpt í söguna. Já. Mín spurning væri rauninni bara hvað þetta varðar, afsakar einn hræðilegu hlutur að við leifum öðrum að gera. Nei, Og það er einmitt það sem að mér finnst sko, ég er ekki þar. mér finnst til dæmis sko, ég er ekki sammála því að faðir í Bretlandi eigi það skilið að lögreglumenn haldunum fyrir utan húsið heima á þessar að því það eru 7 pakistanski menn með 2 11 ára stelpur þarna og önnur eru dóttir hans að nauðgaði meðan að löggan er bókstaflega að stoppa hann. Út af að þeir eru svo smekir með að vera sakaður, löggan er bókstaflega svo smekir með að vera sakaður útlendingahattur. Hræðilega, sem Já, Já, ég meina, þetta er eitt af atriðun sem að bara fór fyrir réttarhöld bara sem dæmi í þessum málum og ég Þeir eru oft þeirra hérna og þessi pakistöðsku grúmingjang sem hafa farið yfir hérna, já, þetta er bara búið hræðilegt ástand í Bretlandi. Ég er að vísa í það að við erum búin núna og ég ætlaði að segja svona í byrjun, ég er rosalega ósammálaður með að þetta hafi verið fólk sem komingað að flýja stríð sem við vildum ekki fá því að alveg til cirka 2015, það var alveg gífurlegur stuðningur almennings við að taka við flóttafólki. En það held ég hef ekki verið að segja að við vildum ekki fá fólki hingað, sko. Og það er alveg rétt að það auðvitað á Vesturlöndum var til dæmis árið 2015 þá býður Angela Merkel sýrlendingum að koma og það verður Versta pólitíska ákvörðun í sögunni. og það verður, þú veist, það verður svona stemning og hér á Íslandi einmitt gerist það að bara venjulegt fólk er að segja já, leifum sýrlendingum að koma og ég ætla að setja rúm í geymsluna hjá mér en það er Sem vegna enginn gerði og voru bara dýðablæti. það er vegna þess að fólk er búið að gleyma bara hugmyndunum friðarhyggju. Fólk er bara búið að gleyma því að þú leysir ekki stríð og þú frelsar ekki fólk undan stríði með því að segja, heyrðu, komdu bara frá landinu þínu og búðu í kjallaranum hjá mér. Í fyrsta lagi er það ömurlega laust fyrir manneskuna sem á að gera þetta. Mér kommentið til 5 mínútur Og bara. í öðru lagi þá, ég er bara ekki einu sinni neitt í öðru lagi, þetta er bara ömurlega laust. En fólk er bara búið að gleyma því að það er hægt að berjast fyrir friði. Fólk er búið að gleyma því að það er hægt að segja, heyrðu, ég bara samþykki ekki að milljörðum ofans í eitt í stríð. Ég bara viðurkenni það ekki sem bara eitthvað normal og eðlilegt og ég ætla að berjast fyrir friði og ég ætla að berjast fyrir því að stríð séu enduð og ég ætla að berjast fyrir því að milljarðar séu ekki sendir út úr mínu landi og mínu velferðarkerfi. Við erum öll saman það. Og lausnin er ekki að segja við fólk sem að vill þetta bara fá að vera heimi á sér eins og allir vilja fá að vera, vill bara ekki láta drepa sig og sprengja sig, að koma og gista í kjallaranum hjá þér. Þetta er white savior complex og þetta er ógeðslegt og þetta hefur ekkert með það að gera að vera með eðlilega og góða flóttamannastefnu sem að við eigum að vera með en það er tómt mál að vera með hana ef við ætlum ekki jafnframt því að berjast fyrir því að stríðið endi, öll stríðin. Þegar að Sameinuðu þjóðirnar skrifuðu hérna lagabólkin sinn eða svona þjóðamorð. Já, eftir seinna stríð. Það var ein tegund af þjóðamorðum þegar þú ert að taka alveg óbúslega stóran hópa fólki og færa það segjum bara frá Síberíu til Úkraínu og taka Úkraínumennina og setja einhvern annan og dreifa þeim að þú ert að eyða þjóðabroti. Og þetta er mjög skýrt. Í þessu samhengi, ef þú tekur 6 milljónir sýrlendinga ég var að tala einhverju tölu út úr raskatanum en sko ertu þá ekki hálfpartinn að fremja þjóðamorð? Ég meina, er þetta ekki borderlega þjóðamorð sem að Merkel var að fremja? Og á meðan ertu ekkert að gera til þess að stoppa stríðið, heldur ertu aktíft að kynda undir það. Já. Jú, það er ógeðslegt og það er til hábornar skammar og sagan mun dæma þennan tendens hjá Vesturlöndum sem hefur verið í gangi núna síðustu ár og áratugi að einmitt hafna diplomasíu
og helda bara alltaf olíu á alla elda sem finnast. Þetta Hann er er viðbjóður. nefnilega kommentina sem að virkir í athugusemdum neita að vera jaðarsettir. Það eru margir ósáttir ef þessi ekki lesin komment, ég sé það. Ég ætla hérna að Það hjóla er hans allt brjálað. í kommentin hérna. Þetta nú við, Verður mér kennt það? Já, og við munum kenna þér það. þetta nú við, já, vá, hér komið svona. Þetta nú við, rífist útlendinga koma svo, tilgangur vók, ideológinar er að skaða. Hjarta Sólveig Jónsdóttir, ef að Sólveig er trúið þá útskýrir það mjög af hverju hún getur verið sósíalisti en ekki vók. Það er þessi kristni grunnur sem mitigeitar skítinn. Nei, opin landamæri búið til ofbeldi. Það er gott að heyra að Sólveig virðist vera fyrir að takmarka útlendingafjöldan en eru flestir útlendingar samt ekki í Eflingu. Við förum aðeins í það eftir smá. Akkur eru 100 verkalýðsfélög á Íslandi en til dæmis Frakklandi 67 miljón manns er ekki nema 5. Það er hægt að fara í þetta á eftir. Hvað ætlar það að vera? Já, Það er nógu tími. er það? Það er það ekki. Ísland úr EES og Schengen. Jesus. Við þurfum ekki að fara úr EES og Schengen. Skýtlíbarnir munu halda áfram að íta okkur í vekkferða sem það gæti orðið raunin. Vantar illilega eitt stykki Sverri. Sverris er alltaf sárt saknað. Jón Þormar þarf að hringi í Sverri og heyri í honum, sjá hvort það sé komið með dömustrák. Hann er í Tælandi sko. Hann er að velja sér konu í Tælandi. Ég ætla bara meira nammi með þér. Miðflokkurinn sá flokkur sem tikkar í flest boxi á Sólveigu, þá er spurning, er einhver annar hægri flokkur á Íslandi? En ef mér er lofað að það verði engin fátækur á Íslandi, akkur ætti ég þá að vinna? Af því að fólk vill vinna. Ef þú ert með sjálfsvirðingu og stolt, þá ertu ekki að fara að liggja bara í leti. Fólk vil tilgang. Oh my god, það er bara auðmikið manneskja sem Paradise heldur Lost. þetta sé svona. Ég segi bara, þessi manneskja það bara fara í einhverja sjálfskoðun og bara byggja upp góða sjálfsímynd, sko. Það er virk. Ég er náttúrulega ekki þess að þetta sé hans álit, en þetta er svona rök fyrir þessu svona dæmi. Akkur vilja eiginlega allir vinna? Hér kemur eitt til Sólveigar, því heldur að engin vinstrihópur vilji taka stéttamálefni fram yfir að minnka einsleitni landsins líkt og menntamálaráðherra kom til orða, eins og núna var tala um skólan. Hvað ertu með einhverja? Já, fyrirgefðu. Það var hérna, því heldur að engin vinstrihópur vilji taka stéttamálefni fram yfir að minnka einsleitni landsins líkt og menntamálaráðherra kom til orða. Þetta er spurning beint. Og ef ég skil spurningunum rétt, þá snýst það af hverju vilja vinstri menn frekar fókusera á, þú veist, identity politík fjölbreytni. og það frekar en Identity politics. Hún er náttúrulega bara ekki sammála því. Nei, ok, já. Þetta er bara mjög góð spurning og við höfum öll að vera að hugsa um þetta. Af hverju og við höfum öll að reyna að finna ástæðana svo við getum skilið það og hafnað bullinu. Sólveig er kortir í að fara að endorsa miðflokkin. Góða kvöldið, segir Mr. Holy Grace. Sólveig má vera kjósandi miðflokksins. Ég vil ekki að frjálslindis hugmyndir hennar smiti flokkin. Ég vil heldur ekki að frjálslindis hugmyndir sjálfstæðis flóttamanna smiti miðflokkin. Mistök að kenna heimsvaldastefnu því fólk flytur til ríkari landa óháð stríði og arðráni því það fær greitt af velferðarkerfinu fyrir að gera það. Fólk flytur á milli landa vegna þess að þetta er frjálst flæði og atvinnuleysi er haldið hái í sumum löndum og löndum niðri og svo lítið atvinnuleysi í öðrum löndum og laun eru há og þess vegna flytur þangað til að vinna, ekki til þess að leggjast á velferðarkerfið. En það eru mjög fáir útlendingar sem koma hingað sem leggjast á velferðarkerfið. Það er samt ekki raunin til dæmis í Þýskalandi og Svíþjóð Ekki bara að tala um Ísland. Jó, í þessu til, ok, já. Er meir en helmingu þeirra sem eru á velferðarkerfinu hérna orðnar útlendingar? Ertu viss um Það það? tala um atvinnuleysi. Það eru Þetta eru- ég man- þetta er- 5.000 mann sem eru á atvinnuleysisbótaskrá. Já, og síðan eru önnur cirka 5.000 mann sem eru á annarkvort örorku lífeyri og þessu, útlendingar sko. Þannig að þetta eru 9.000 og eitthvað útlendingar Já, sem eru út akkurat. samtals á En Íslandi. sko, atvinnuleysispætur náttúrulega, ok, bara tölum við sem Tæplega 5.000. atvinnuleysispæturnar. Já. Ægum að gera það eins. Já, endilega. Náttúrulega mikið aðflutt fólki hérna og það er í láglaunastörfum, verkamannastörfum, þar sem er bara mjög mikið turnover og þar sem að það er mjög auðvelt að segja fólki upp. Það er engin vernd á almenna markaðnum gegn uppsögn. Á opinbera markaðnum er það þannig að það er eiginlega bara ekki hægt að reka mannesku. Og það er engin útlendingar sem vinna þar. Það er nú alveg í úslætti á hjúkrunarheimilunum og svona, en á almenna markaðnum, þú veist, mér finnst þú bara leiðilegur og ég rek þig. Og þú getur ekkert gert í því. Svo lengi sem ég gera það rétt
getur ekkert gert í því og í veitingabransanum mjög mikið útlendingum, veitingabransanum mjög óstabíl, þú veist, og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað aðal ástæðan fyrir því að hlutfall útlendinga á atvinnuleysisbótum er hærra en Íslendinga, það er bara af því að þau eru í þannig greinum, það er mikið Hvernig útskýrðu turnover. þá örorkuna? Örorkuna gæti ég útskýrt meðal annars með því að þau eru í verkamannastörfum og í verkamannastörfum er bara fólk mjög útsett fyrir örorku, bæði í kallastörfunum og kvennastörfunum, en ég ætla þá að segja að ég hef ekki skoðað þessar tölur vel og ég hef ekki einhverja djúpa innsýn í örorkukerfið á Mér skilst Íslandi. á manni sem að taka saman tölur á Norðurlöndunum örorku að Ísland sé alveg með sérstaklega hátt hlutfall örorku og eitthvað bara langt meira heldur en vikið samstæðar. Það kemur skýrsla fljótlega, Já, ég þá bara getum við farið yfir hlakka til að skoða hana en bara, þú veist, til dæmis Gildi sem er lífeyrissjóðun sem ég tilheyri og allt eflingafólk sem er langstærsti lífeyrissjóður verkafólks á Íslandi er með mjög háa svo kallar örorkubyrði en það er af því þetta er verkamannasjóður, bæði konurnar og kallarnir vinna líkamlega andlega erfið störf og eru bara útsettari fyrir veikindum og fyrir því að missa helsuna. Þannig þér finnst þetta bara eðlilegt og ekki við þetta aðtöða? Mér finnst fullt við þetta aðtöða. Ég myndi mjög gjarnan vilja vera í samfélagi þar sem að fólk yrði ekki veikt vegna félagslegra aðstæðna eða vinnuaðstæðna. Mér finnst það til marks það sé eitthvað rangt í samfélaginu okkar, þar sem að fólk getur ekki verið í vinnu, getur ekki haldið helsu eða vegna félagslegra aðstæðna finnur sér ekki á vinnumarkaði. Þú myndir velja þetta er í skoða og er kallað eftir þetta er í skoða sérstaklega. Mér finnst bara að það eigi að skoða allt sem að snýr að hópum fólks í þessu landi og mér finnst að við eigum öll að sameinast það að vilja vita sem mest kerfin okkar, það sem virkar og hvar vandamálin eru til þess að við getum laga vandamálin. Það segir hérna frá árinu 2010 hefur fjöldi erlendra ríkisborgara á endurhæfingarlífeyri meir en 21-faldast úr 68 manns. Það er náttúrulega af því að það fjöldin er alltaf miklu meiri. Fjölgað svo ógeðslega hratt. Og þá hefur fjöldi örorkulífeyrisþega næstum 4-faldast og á ellilífeyrisþega rúmlega 5-faldast. Þetta er sem sagt 4.263 erlendri ríkisborgarar sem þykja endurhæfingar, örorku eða ellilífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins. Og fyrir utan það eru síðan 4.900 mann sem eru útlendingar á atvinnuleysisbótum. Þannig að þetta eru tæplega 10.000 manns. Hvað eru margir útlendingar á Íslandi? Fyrir ekki að tala 60.000. Ertu þá, ef þú tekur alla útlendingar saman og ertu kringu 90.000, þá ertu með þess að... Erlendir ríkisborgarar. Já. Eru 90.000 erlendir ríkisborgarar á Íslandi? Nei, ekki svona mikið. Ríkisborgarar. Ég held að... Erlendir ríkisborgarar, fólk sem er... Annað ríkisfang. Ég held það, já. 90.000. Ég var að hugsa 60-70. Ég var að hugsa 60-70. En ef það er 60.000 segjum þetta næmis og 10.000 af þeim eru að þykja bætur, minnst það svolítið hátt hlutfall. En sko, atvinnuleysisbætur náttúrulega áttu bara rétt á. Þú er bara atvinnulaus, þú ert bara búin að vera á vinnumarkaði og þú þarft að fá atvinnuleysisbætur vegna að hvernig öðruvísi áttu að lifa. Já, það er bara þannig. Ég ætla bara ekki að úttala mig örorkuna eða það vegna ég bara þekki það ekki nægilega vel. En eins og í sjúkrasjónum hjá okkur þá er bara held ég nokkuð svipað á milli Íslendinga og útlendinga 84.000 sem að fara í sjúkrasjóðin og við sjáum þú veist að koma trend það kemur svona massa innflutningur eða massa flutningur á vissum hópum og þá auðvitað tikkar upp þú veist svo tala ég meina fyrir árið segjum bara 2020 það eru mjög fáir frá Venesúela í Eflingu eftir árið 2020 eru mjög margir frá Venesúela í Eflingu þá augljóslega eru fleiri frá Venesúela sem að sækja sjúkrasjóðin og þá getur þú sagt, já, vá, á milli ársins 2019-2020 þá eykst ásókn fólks frá Venesúela sjúkrasjóð Eflingar skriljón %. Það er bara vegna þess að allt í hennu eru komni skriljón íbúar frá Venesúela. Já, en og ef útlendingar eru tæplega 90.000 þá er náttúrulega tæplega 10.000 á bótum ekki jafn há tala eins og var ef það væri 60.000. Þetta snýst að það skilgreininguna eða ríkisfang. En aftur, ég bara segi, ég hef ekki skoðað þetta, ég bara hlakka að sjá þessa skýrslu. En ef við skoðum til dæmis ræstingabransan, 80% þeirra sem að starfa í ræstingum eru aðfluttar konur. Sjúkraþjálfarinn minn, frábær kona, hún segir engar konur jafn illa útleiknar í skrokknum og ræstingakonur og hótelþernur, það eru líka útlendingar. Það er hræðilega að fara með þetta fólk. Já, og þetta er rosalega erfið vinna. Byggingabransinn
allt útlendingar, þú veist, þetta er bara rosalega erfið líkamleg vinna sem fólk er í og þó að fólk sé hraust og duglegt, þá náttúrulega þoli líkaminn ekkit endilega rosalega mikið og svo eru ekkit allir eitthvað rosalega hraustir og fólk er kannski með bara alls konar stoðkerfisvanda eða eitthvað og það verður bara veikt og hvað býður þeirra? Það er ekki eins og að það sé að fara að fá eitthvað frábært gigg hjá hinu opinbera. Það er ekki þannig, það er ekki eins og það opnust bara einhverja dyr, bara eitthvað, getur ekki lengur skúrað, kottu bara vindu þessa frábæri vinnstæðan. Nei, það er ekki þannig. Kerfið á Íslandi fyrir verkafólk er bara þannig, þú átt bara að vinna og þú veist, þeim er alveg sama þó þú vinnir því í heilsuleysi og þá ertu bara fucking öryrki og þá er hægt að fara að demonisera þig og segja þú sért aumingi sem lagst á kerfið, en það var ekki það sem þú komst hingað til að gera. Þú komst hingað til að vinna eins og svín og þú varst svo sannarlega látin gera það, en svo varstu heilsulegs. En ég verð að tala bara, ef ég tala bara hreint út og þá er ég bara nasisti eða eitthvað, þú veist, að mér finnst eitthvað ósangjant við það samt að þú kemur kannski til Íslands sem fertur eða 45, þú stórum fullarum maður, þú er alveg þinn mann einhvers staðar annar staðar alla þína ævi, svo kemur til Íslands til að vinna í byggingarbransanum, vinnur í 5 ár og verður síðan og verður síðan öryrki og getur og ert síðan bara, þú veist, restina af lífinu á íslensku örorku. Það, mér finnst eitthvað skaktu það, eitthvað rántu það. Mér finnst eitthvað eins og þetta velferðarkerfi eigi að vera fyrir fólki sem er búið að byggja það upp í áratugi. En þá er það frjálsa flæðið sem það er vandamálið, ekki manneskjan sem lendir í þessari ógæfu. Ég er saman því, það er frjálsa flæðið. Á aðilar sem er ekki alveg rétt, sko. Stutt, fá þeir fullar örg, ég veit til dæmis ef ég væri... Ég veit það reyndar ekki. Er það ekki rétt hjá mér? Þú þarft að vinna einhvern... Ég vera í 42 ár á vinnu aldri til að eiga rétt á fullum. Þú ferð ekki fullar, nei. Nei, þú ferð ekki fullar. En ég meina þá það bara kerfið að grípa, þú veist, þá ferðu á móti frá Tryggingastofnun eða á móti frá bara sveitarfélaginu. Það er þessi tilfinning að velferðarkerfið eigi fyrst og fremst að vera fyrir þá sem að byggja það upp með áratuga. Það er mjög mikið fátæktar líf ef að þú til dæmis þarft að leita neði sveitarfélagsins. Það er bara fátækt og auðvitað eru alltaf einhverjir hópar í samfélögum sem af einhverjum ástæðum þú veist, geta lifað í slíku ástandi en það eru samt fæstir og ég er umgengst aðflutt fólk á hverjum einasta degi. Ég var á jólaball í dag með fullt aðfluttu fólki, ég var á jólahlaðborði bara fyrir 2 dögum með fullt aðfluttu fólki í stjórn, samninganefnd og trúnaðarráði og þetta eru bara mestu vinnu naglar sem að þið hitti sko. Þetta er bara fólk sem að ég held að sé engin ósáttu við það sko. Menn og konur er bara að byggja upp líf, þetta er fólk sem að þú veist hefur alveg fært fórnir og er tilbúið til þess sérstaklega með af því þau aðhyllast mjög mikil fjölskyldugildi fyrir þeim að það bara heima þau eru bara að sjá fyrir sér og börnunum sínum. Ég held að sem við erum fram ég er einmitt búin að vera að gera upp íbúð síðan í ágúst og megninu til eru mennirnir sem hafa hjálpað mér sko eru það eru 2 Litáar, það eru Pólverjar og það eru Albanir og ég hef ekki getað án þessara manna verið sko, þetta eru duglegustu vinnu þjarkar sem ég hef kynst og bara... Ég hef verið að vinna smíðavinnu og verið með... Ég er ekki að segja að, þú veist, en Hjúkrunarheimilunum er haldið upp á með vinnu innflytjenda kvenna. En sjáum eitt scenario. Hinga kemur fjölskylda frá Palestínu eða Sýrlandi eða eitthvað og það sem er feðraveldi, er raunverulegt feðraveldi og kallinn segir, það er bara fyrir neðan mína virðingu, kona mín, hún vinnur ekki, hún er heima og hún á að sjá börnin og hún á að sjá matinn og hún fer bara á atvinnuleysisbætur á Íslandi, þú veist, og það er bara því að kallinn heimilar ekki konuna að vinna, þú veist, þá eru við konin í menningar árekstur sem að mér finnst ekki ganga upp í okkar samfélagi. Ég er sammálaður, en ég held að þegar fólk er að tala sko þetta, ég er alveg sammálaður að fólk á að vinna sér inn réttindi og geta farið á atvinnuleysisbætur eða hefur unnið sér inn til réttindi. Ég held að við séum algjörlega sammálaður það og allir hefur borðið séu það. Það sem ég held að fólk hafi hins vegar áhyggjur af og það sem að maður hefur orðið var við er þegar að fólk kannski vinnur akkurat nægilega mikið til þess að geta fengið réttindin, maxar síðan út öll réttindin, fer síðan á atvinnuleysisbætur, nær kannski að ná sér í vinnu, vinna einhverstað svart með, hendi sér svo á virk, nær svo að taka þetta aðeins lengur í virk sko og getur spila umingjan og tekur alveg nokkur ár þarna á bótum og þú veist, svo er hægt að endurtaka þetta ná þessum 12 mánuði minn og endurtaka allt ferlið. Ég held að þetta sé það sem að einhver einstaklega séu hræddi við og velti fyrir sér hvort að það sé verið að misnota kerfið. Hvað finnst þér um þetta? Já, ég vil ekki að svona gerist. Ég vil það bara alls ekki. Hvernig fyrirbyggjum við það?
Já, við fyrirbyggjum það með því að vera með samfélag þar sem að fólk er ekki með einhverja, hvað getur við sagt, sér ekki hag sínum betur borgið með því að gera svona heldur en að vinna bara heiðarlega vinnu. Og þá þurfum við að vera með vinnumarkað fyrir verkafólk sem er þannig að hann er ekki mannfjandsamlegur. Við þurfum að vera með vinnumarkað þar sem að ræstingakonan getur bara unnið á venjulega tíma, á venjulegum hraða og fær bara nægilega góðu laun til þess að sjá fyrir sér og börnunum sínum, þar sem að verkakallarnir í Eflingu og hinum verkamannafélögunum á Íslandi eru með langlengstan vinnudag allra. Það er eiginlega allir komnir með styttingu nema náttúrulega verkafólki á almenna markanum og verkakallarnir í Eflingu og í SGS-félögunum eru með 54 eða 55 stunda vinnuviku. Þannig að það er engin indikasjón það að fólk sé eitthvað bara að koma til þess að flatmaga á bótum. Engin indikasjón það. En vinnumarkaðurinn, hann er hostile gagnvart verkafólki. Hann kemur ekki vel fram við það og það getur auðvitað búið til ástand inn í mannesku þar sem að manneskja segir, heyrðu, ég nenni ekki lengur að standa í þessu, ég nenni ekki að þræla mér út, ég nenni ekki að vinna 8, 9, 10, 11 tíma á dag, taka aukavaktir, mér líður illa, ég er farin að eldast, þetta er bara fucking ömurlegt og ég er aldrei hvort sem er að fara að eignast mína eigin íbúð eða neitt, ég er hætt. Og ég ætla að segja, ef ég væri í þessum aðstæðum, bara vonleysi. Þetta er bara vonleysi og ég skil það vissu leyti. Þannig að ég vil bara að það séu ekki svona aðstæður. Síðan annað sem getur ítt undir þetta held ég, til dæmis, ef að stærsta verkalýðsfélag á Íslandi fer í auglýsingarherferð, svo Vaffer gerði á sínum tíma, bara, og bara það fletti skilti bara út á kringlumýrabraut, bara kulnun, bara, allir eiga rétt á sjúkrasjóði ég fletti þessu upp og ég bara með Instagram og Facebook auglýsingar non-stop. Hvernig gerist þetta? Verkalýðsfélag fyrir að massíft í auglýsingarherferð að auglýsa það að þessum með sjúkrasjóði opna fyrir... Við gerum þetta ekki. Það sem við leggjum áherslu á í Eflingu viltu betri kjör, komdu og taktu þátt. Það er gegn. Það er engin ein manneskja sem er að fara að redda þessu fyrir þig. Ef við ætlum að ná árangri þá þarf þú að koma og taka með. Efling er ekki ég, Efling er ekki bara eitthvað þetta félag, Efling er þú, þannig að kontu vertu með. Og fólki sem kemur og tekur þátt með okkur, þetta er einmitt, ógeðslega duglegt fólk sem að vinnur ógeðslega mikið, tekur samt þátt í félagslegu starfi, tekur þátt í samninganefndum, er tilbúið til þess að fara í verkvall ef þau þurfa. Ég hef ekki hitt þessa getum við litið framhjá með góðri samvisku. Og ég sammála, það er ridiculous fyrir stéttarfélag að vera bara eitthvað kulnun. Getum við litið framhjá því með góðri samvisku, getum við litið framhjá því svona ólíkri þáttöku ákveðina hópa í atvinnulífinu. Sem dæmi að ef þú kemur inn með Philips-eiging í landi þá eru nánast enga líkur á að sá aðili verði atvinnulaus. Halda upp í hjúkrunarheimilunum. Sama með fólk frá Balkanskaganum og Pólandi og þessu, þetta er með alveg óðbóðslega háa atvinnuþátttöku. Það er eitt sem er actually sem ættum þá að þið ættu líka kannski að vera aðeins að pæli í stæðis að vera eitthvað að hugsa já að kannski er kannski eru konur frá Palestínu ekkert eitthvað að fara að hoppa út á íslensku vinnumarkað. Við minni á ekki konunum ef við erum alveg hreinskilin. En það er einmitt, pólverjarnir sem eru búin að vera lengi og eru fólk sem kemur til að vinna og er að vinna og aðrir hópar, það er vaxandi fátækt hjá þessum hópum og það kemur fram í nýrri skýrslu sem að var gefin út bara núna fyrir 3 vikum og þið getur fundið þessa skýrslu á stjórnarráðinu. Þetta er til dæmis eitthvað sem við höfum alla hafa áhyggjur af. Því að við viljum ekki vera með samfélag þar sem er búið að vera mjög mikill fólksflutningur, þar sem við erum ennþá öll að reyna að finna út úr því hvernig þetta á að ganga upp, þar sem það eru bara við erum ekki orðin smooth, bara langt því frá og þegar fátækja farin að aukast hjá hópum innflytjenda umfram það sem hún er hjá Íslendingum, þá er það indikator það að vandamál gætu verið í uppsiglingu. Þannig að þarna þurfum við að fara að hugsa hlutina. Til Sólveigar, er Sólveig að segja að það sé ekki óvenjulega mikil eftirspurn eftir sjúkrasjóðum Eflingar? Þetta er frá honum Arnari okkar. Við breyttum reglunum í sjúkrasjóðunum okkar fyrir svona cirka bát 2 árum síðan og með því náðum við bara tökum á sjúkrasjóðunum. Hann þarf að vera sterkur af því eins og ég var að segja hann, við erum með fólk sem er í líkamlega og andlega erfiðri vinnu, það treystir á sjúkrasjóðun sem er náttúrulega bara þeirra réttindi og þaðan koma launin ef þú
getur ekki unnið. Þrengduðu þá eitthvað Já, svona við þrengdum skilyrðin til reglurnar, við þrengdum skilyrðin, fórum niður í það sem kallað er fyrirmynda reglugerð alþjóðasambandsins, við vorum með aðeins ríflegri réttindi og þannig að hann er bara á ágætum stað. Við passum bara upp á þetta. Er hægt að Tökum þetta bara mjög alvarlega og passum upp á þetta. Er hægt að þrengja svona skilyrði án þess að gera þeim sem raunverulega þurfa á þess að halda erfiðara fyrir? Því að nú ég til dæmis bara, ég ætla að fara örstutt bara saga til dæmis, nú það er ástæða fyrir að sá aðil er ekki lengur vinur minn, hann kaus að vera það ekki eftir þetta. Það var móði mín, hún var 3 mánuði frá dauðanum, búin að vinna sér til dauða bara. Búin að vera bara að vinna síðan hún var 10 ára og annað og það var aðili sem ég var í partí hjá á þeim tíma. Hann var að monta sig að því hann vissi nákvæmlega hvað hann átti að segja við læknin til að fá uppskrifað upp á meiri örorku og annað og hann var með hærri örorkubótur, bætur heldur en móði mín sem að þessu segja á þeim tíma og 3 mánuði frá dauðanum. Og ég sá nú nákvæmlega hvað mér fannst þetta og við erum ekki vinir eftir það. En er hægt að gera einmitt fólki sem að raunverulega þarf á þess að halda, er ekki verið að leggja þá ennþá stærri og verri steina í götu fyrir það til þess að stoppa svikarana? Við vorum ekki að stoppa svikarana, við vorum bara við vorum ekki að stoppa neina svikara, möguleikan á að fólk þarf núna að vinna aðeins lengur, vera aðeins lengur þáttakandi á vinnumarkaði til þess að öðlast fullur réttindin. Það ennþá jafn margir svikarar. Þetta bara snerist það að við þurfum að tryggja það að sjúkrasjóðurinn okkar sé sustainable. En leið, og við breyttum þessu sem að aðalfundur Eflingar samþykti, hver einasta hönd fór á loft og samþykti þetta, þannig að fólkinu sem þykir vænt Eflingu stéttarfélag og mætir á fundinu það skilur hvort verkefnið okkar og verkefnið okkar ekki að vera hrædd við að gera það breytingar sem við þurfum að gera, verkefnið okkar að halda félaginu í lagi, það er hagur allra, en þá breyttum við til dæmis að konurnar, mestmengnis konur á opinbera markaðinum sem eru búin að vinna alveg ótrúlega lengi með mjög langa starfsreynslu, þær voru með, af því þær eiga vissulega langan veikindarétt hjá sínum laungreiðanda, en þær voru með verulega léleg réttindi í sjúkrasjóði, lélegri réttindi áttu að vera með, þannig að við breyttum því. Þannig að þær þurftu þá ekki lengur alltaf að ganga í gegnum þær sem þær þurftu áður að gera alltaf að senda einhverja sérstakar umsóknir sem stjórn sjúkratur þurftu að samþykja. Þannig að aftur við stundum bara ábyrga stjórnun á fjármunum félagsins og við segjum þarna er hópur sem að sannarlega á ekki þurfa eitthvað að koma og betla til okkar en við þurfum að gæta að integrity sjóðsins og við bara gerum það. Og auðvitað eru alltaf einhverjir svindlarar, auðvitað, en þú veist, það er bara partur af því að vera í samfélagi. Við erum allavega ekki með lausn á því hvernig við útilokum þá. Nei, það er ekki nema að gera ef að þröskuldurinn er of lágur einhvern veginn, þú ert ekki endilega að vera svikari, þú nýtið það bara, þröskuldurinn er svona lágur, en ef hann er ekki svona lágur, þá kannski þá reynur meira, að bjarga þér og það hlýtur að vera af hennu góða, bara að við séum ekki að hvetja fólk til leti, heldur bara að Ég meina hún tekur þá nálgun til dæmis ef að kjör eru betri, þá kannski munurinn meiri, þú veist, og kapitalíski aðili myndi kannski segja að lækka, þú veist, bæturnar en hafa kjörin jafn slæm, ég veit það ekki, þú myndir ábyggilega presentera það þannig, sko. Ég líti á sjúkrasjóð og atvinnuleysis bætur sem réttindi sem vinnandi fólk á þegar að eitthvað kemur upp á í lífi þeirra. Já, 100%. Ekki á þetta sem neitt annað. Mér langar að taka annað. Mér langar bara að hrósa rosalega fyrir einmitt þetta, því að þetta er það sem þetta á að vera, en þetta er ekki ástæðan fyrirgefðu Helgi, en mér finnst til er dæmis, þetta ekki ástæðan fyrir að velferðarkerfið í Þýskalandi og Svíþjóð bara fara á hliðina? Ég ætla bara að droppa einn hérna, að nú til dæmis á að minnka atvinnuleysisbætur úr 30 mánuðum niður í 18 mánuði. Íslenska verkalýðshreyfingin trýtilega yfir þessu. Ég persónulega skil ekki yfir hverju hasarinn er, það má kannski lækka þetta í smerri skrefum, en í landi þar sem að yfirleitt er ekki mjög mikið atvinnuleysi, þá tel ég ekki nauðsyn að atvinnuleysis bótarétturinn séu 30 mánuðir. Vegna þess að ef þú ert atvinnuleysi í landi sem er mjög lítið atvinnuleysi í 30 mánuði, þá mögulega er eitthvað annað sem þú ert að glíma við heldur en bara atvinnuleysið. Akkurat, þetta er mjög gott dæmi, þetta er svolítið að sé að vera fisk eftir. Íslensk verkalýðshreyfing á að hafa sjálfsöryggi og trausti til þess að geta sagt, ok, það er hægt að lækka bótaréttin einhverja mánuði, en við erum sammála það að ef að það kemur hrun eða COVID eða einhver ömurð, þá þurfum við að hækka hann aftur. En það er ekki eðlilegt að þegar ástandið er ekki krísu ástand að það sé 30 mánuðir.
finnst það mér. er bara, það er það Já. ekki. Nú er þetta En ef það kæmi krísa þá má mögulega setja neyðarlög eða eitthvað svoleiðis. þá er bara samkomulag það og verkefnishreyfingin á að hafa bara sjálfstrausti til þess að vita að hún mun geta fengið það út frá stjórnvöldum. Ég ætla að hjóla í Hún á komment hérna þegar- ekki að svona vera nokkur hérna. að insistera á það að þetta þurfi alltaf að vera svona. En nú verð ég sannlega drepin. Það kemur í ljós. Það kemur í ljós. Svo kemur Þetta hérna. er samt bara mjög skynsamlega afstæða, svona út frá bara svona þjóðafræði skilur þú veist. Sammála. Svo kemur hérna til Frosta í Harmageddon á X-inu 977 rættu þið Máni mikið um trúmál og hérna er hvort þú sjáir eftir meðferðinu sem þú gafst Jóni Vali og telur að þú hafi verið sem trúleysingi á þeim tíma haft áhrif á trú Mána, sérðu eftir því? Það voru þetta tvær spurningar? Já, rauðið hitt var bara svona, já, það er annars starfna með Jón Val, hann að, já, þetta er eiginlega tvær spurningar. Ég held ég náttúrulega sko pönkaði stílið til Mána því að Máni var rosa trúaður þarna fyrst og svo þegar ég pönkaðist á hann til að hann var trúlaus og sé ég eftir því að ég minna, þú veist, ég hafði náttúrulega ekkert með það að gera sko. En já, ég var rosalega sannfærður og þess vegna eins og ég sagði á hann, ég var hálfviti á þessum tíma, það er bara þannig. Það er samt oft verið gaman að hlusta á þetta sko. Ég held ég væri svo ótrúlega á réttunni einhvern veginn en Já, fólk sem er með mikla svona sannfæringu, það er náttúrulega, þú veist. En Máni átti ekkert að gefa undan, hann átti bara að vera trúfastur og bara honum að kenna að gugna þannig að 100%. Já. Þetta er náttúrulega bara átt að vera Tekur hver og einn ábyrgð á sjálfum sér. Sérðu eftir meðferðinu á Jóni Vali? Sérðu eftir að hafa hýtt Jón Val Jens fyrir 12 árum sem var einn af fáum á Íslandi sem þorði að tala gegn Íslam woke. Nei, hann var náttúrulega eitthvað svona móti Hann var móti fóstureyðingum og svona. Já. Svona eins og ekki erindi í okkar samfélag. Ekki neitt. Finnst þér að eiga að vera einhver tímamörk? Við erum siðar samfélag, þar sem að konur ráði við líkama sínum. Þú veist, ég er fædd kona en ég vel það sjálf hvort ég verð móðir og þú veist, við erum ekki að leiða einhverjum Ég hef oft sagt að það er galið að banna fóstureyðingar, algjörlega. En hafandi sagt það, þá er náttúrulega þá skilja alveg fólk sem er svona siðferðilega á móti því og vill ekki fara í fóstureyðingu en það getum ekki bannað öðrum sko. En Það er necessary evil. En ég skrifaði Gert evil, bara þú veist einhver kona sefur hjá, verður óvart ólétt og hún það bara fyrir fóstureyðingu því hún langar ekki að eiga barn eða eitthvað, hvernig getur það verið evil? Nei, Þegar þú ert að deyja fóstur, ég held að þannig sjáu fólk að það sé evil. Mér langar ekki að sjá lengur fyrir barninu mínu, ég má ekkert fara að kasta því í lifandi, höfninu. þá er það væntanlega að deyja. Ef að manneskja í alvöru finnst þetta sambarilegt, þá bara mind blown. Þá er þú ekki maður sem aðhyllist vestræn gildi. Vegna þess að grundvöllur mér finnst það vera necessary evil. Samfélagi er að konur hafi reproductive frelsi, kynfrelsi og ráði því sjálfar hvort það er ætla að gera þetta ekki. Sko, ég verð að segja, mér finnst það hann finnist það en hann orðar að þannig að það sé necessary evil. Ótrúlega margar konur í Íslandi hafa farið í fóstureyðingu, þannig að þú ert að segja þetta, það er bara fullt af konum sem heyrði segja þetta. Ég verð að segja, mér finnst það mikið voru samt svolítið vondar að drepa barn. Please, give me a Á break. vissum tímapunkti ertu náttúrulega komið þangað. Nei, en sko, ég verð að segja, mér finnst mikið munur að þú veist að taka eftir á pilluna daginn eftir kynferðismök, það skiptir engu máli í mínum huga. Ég bara, en ef þetta er komið upp í 20 vikur eða lengra, að þá er þetta náttúrulega, það er eitthvað svona lína. En ég meina, hvað eru mörkin? Hvað er línan? Er það 8 mánuð og 29 dagar? Mér langar að segja af hverju ég fór á þessa skoðun. 20 vikur, ég kýs með því. Ég fór á þessa skoðun eftir að hafa séð í Ástralíu, þar sem að ljósmóðir var að fara yfir það sem að gerist hefur gerst. Ég skil það eins og það er á Íslandi, ég kýs með því. Á Íslandi, ok, en ég fór á þessa skoðun eftir að hafa séð og fylgst með svona hálfgerðum réttarhöldum yfir sjúkrahúsum, eða ekki réttarhöldum með hvað þetta er, yfirheyrslur, þar sem að var að gera þetta í Ástralíu, þar sem að þú færð töflu og eitthvað sem og þú átt að fæða andvanabarn. Það fæðist ekki alltaf andvana. Og þá eru þau á því sjúkrahúsi og það er hægt að finna þetta sem að vitnisburð og annað. Þetta er ekki dregið í efa, heldur haldið fram að þetta gerist ekki það oft, en það virðist gerast allavega einu sinni í viku. Og þá er barnið sett í kassa og sett yfir og það er látið vera þangað til að deyr. Er það barn? Munur fóstrið? Já, það er orðið fætt þarna á lífi. En þú veist, það myndi aldrei geta lifað.
venju barn eftir 9 mánuði getur ekki lifað ef það kemur út og þú bara hefur að lætur Nei, aðskipta. þú veist, erum við ekki að tala um fóstur? En Við erum að tala um að þú ert komin á þann Við erum stað að og tala þetta um er, fóstur sem er bara eins og þú veist þarna að við sé í Razorhead, bara eitthvað svoleiðis. við erum að tala um, Bara eitthvað- við erum að tala um myndbundir af þessu eru, já, á þann hátt að ég get ekki annað. Lol. Að ég segja svolítið, þegar ég byrði í Bandaríkjunum, þá keyrði ég á bílnum mínum, svona Buick, svona gamall svona Buick, og ég keyrði hann og ég var alltaf með eitthvað svona support the police, ég veit ekki alveg ekkur, það var svo hrætt við að vera stoppað, það var svo mikið á löggum, en ég gaf löggun alltaf pening til að fá svona líma því að þá látaði mig í friði. En svo er ég með annan líma að segja, keep abortion legal, út af því einmitt, það voru einhverju svona kallar og kettlingar sem var eitthvað bara, ég var reyndur svona eitthvað debatt þetta, hvaða vika, hvað þetta, er það barn, er það kjúklingur, ásitaði kassa, deyr það, og ég lendi í svo miklu road rage, það var svo gaman, það voru alltaf einhverju kallar að bíða á mig og ég var að Í hvaða gera ríki svo bjóstu? að gera í Minnesota Já, og ok. svo fór ég í ræktina og við hliðin á ræktinu minni var svona Planned Parenthood, þar sem að stelpur voru að koma til þess að fara í fóstureyðingu af því að þú veist, þar langaði kannski ekki vera 17 ára gamla maður og þá var einhver svona ógæðislegir gamlir kallar fyrir utan með myndir af einhverjum svona kássum, svona fósturkássum Þetta er ekki og alltaf kássur. að brosa og vinka og ég Þetta eru gaf þeim alltaf bókstaflega- já, fingurinn já, en þannig þetta ég eru- held því bara áfram Þetta eru bókstaflega, þú veist, börn sem eru komin alltaf upp í, ég man ekki hvað þetta er, þau eru Woman miklu by lengra. nature, mother by choice Já, en eins og segja, annars get ég ekki verið frjálskona annars get ég ekki verið frjálskona 5 mínútur fyrir fæðingu, finnst þér mega Nei, eða ég var að segja það, ég bara var að segja það við hann ok, við skulum- Það er að ræða á ákveðin tímapunkt. einhverjum áströlum En- ég var bara en að veitu, segja, já. ég kýs með lögunum eins og það eru á Íslandi Ég er með eina góða spurningu. Þú stiður 20 vikur eins og það er á Íslandi. 22 vikur í Íslandi. 22 í Ok, stið, og þú stiður það. Já. En ef einhver kemur fram og segir núna, herra, ég vil lengja þetta í 30 vikur, hvað myndir segja við þá því? myndi ég bara þurfa að gera research og Ok, myndi ég ætla aldrei að ákveða spara mig þið tíman. fyrr en Ég ætla að væri búin spara gera þið tíman. research. Sem sagt, ástæðan fyrir að þessi vika er valin en ekki einhver önnur, af því að þetta er yngsta fóstur sem ég held að hafi lifað af og orðið að barni og fullorðnum einstaklingum. Mjög Ok, flott. Vel þannig að það stýður ágætlega Læknar, reyndar fyrir tilviljun, ljósmæður, rök þín ljósmæður. gegn Jóni Þormari. En núna talaði til dæmis Katrín Jakobsdóttir það á sínum tíma að það ætti bara að lefa þetta upp á 9 mánuðum og það voru margir, Sagði það Hún ekki. sagði það víst. víst sá hún það. Hún sagði þetta víst. Nei, það er bara, þetta er Ég dokumentað. held að hún hef ekki sagt 9 mánuði, heldur hún sagt Engar takmarkanir. ótakmarkað. Já, því að það myndi engin kona Það taka er- þá ábyrgð af léttúð. Já, ég meina, þú veist, ég kvóta hann ekki orðrétt, en samt ef þú mátt fara í fóstureyðingu út tíman, þá ertu komið með það upp að fæðingu Við erum ekkert að og tala það um er, það, ekki ég er að tala um það og það er bara stór hópur sem að tala fyrir þessu. Jú, Pæli ég var ef lögin eru þannig og svo kemur kona sem er komin 8,5 mánuði og svo, herðu, ég meika þetta ekki, ég er Nei, já, þetta er bara, Ég er að já, hætta- en pældi því að tala fyrir þessu, þetta er ekkert fáur einstaklingur sem heldur fram sem að tala fyrir þessu, þetta er sama fólki og þú varst að segja þú fyrirlítir á hann. Ég var að segja áðan að ástæðan fyrir ég vil ekki kalla mig feminista er svo að það er alls konar furður í gangi og svo var ég að segja að við njótum lagalegra réttinda, menn og konur og við erum jafn rétt á og þá ætla ég að segja að ef að kona fær ekki að stjórna þessu sjálf þá eru lagalegu réttindin skilur ekki jafn. Þetta er partur af því að menn og konur í okkar samfélagi geti verið jafn. Mega kallar þá sleppa meðlagi. Það er bara ekki það sama. Hvernig getur það verið það sama? En ef einhver kall er eitthvað bara, ég vil sleppa meðlagi, þá bara gerir hann það ef hann vill ekki bara strax og þetta í getnað. ríkið lætur mömmun fá pening og rukkar hann svo, hann getur þá bara farið eitthvað að væla og farið á virk, bara auðvitað hann, en menn og konur í vestrænu lýðræði samfélagi eru komin á þennan sama stað eru jafn réttáður vegna þess að við getum tekið pilluna og ef við einhverjum ástæðum verðum ófrískar og viljum ekki eiga barnið þá getum við farið í fóstureyðingu. En nú var maður að nafni Dave Chappelle sem er þetta grínisti og hann Mjög spurði fyndin grínisti. Já, hann spurði einmitt að þessu, ok, ef að þið megið drepa þau, megum við þá allavega ekki yfirgefa Upp að 15 vikum. En ég menna að Þú veist, ákveðið hvort þú en vilt minna, borga er það ekki hugmynd hérna? allar yfirgefa alveg börn. Já, en þeir þurfa að setja konur líka. borga með þeim, þannig að þeir hafa ekki lagalega rétt til. Þú sleppur aldrei við þá skuld. En þú veist, mér finnst þetta bara ekki sambörlegt. Það, þú veist, Nei, hann er líka reyndar líka grínisti, sko. Ég var líka að reyna að benda á að þetta er ekki bara af eða á, þetta er eins og segir, mér finnst að vera Spektrum, þetta er spektrum. allt er spektrum. Ég sá einhverja stelpu og Öll mannleg hegðun og allt í okkar samfélagi er spektrum. Nema einhverja. Ég sá einhverja stelpu þannig á TikTok sem var svona, þú veist, með óleittu bumbuna og það stóð abortion tomorrow, skilur, hún var bara
bara, Nei. og maður bara herðu, þú veist, þetta ómikið, sko. Ég fór að pæla í þessu, ég svona fór að reyna að hugsa, ok, siðferðislega og allt þetta og svona, þú veist, eðlilega þá finnst mér að fólk eigi að hafa hennan option, ég með tala nú ekki eða nauðganir eitthvað svo leist. Konur eiga að hafa hennan option. Já. Ég er náttúrulega menn, ég er svo inclusive, sko, ég segi allir, sko. En þess að segja, sko, svo fór ég að hugsa, ok, ef þú væri með þá siðferðislega ástöðu, þið finnst þetta of langu tími eða eitthvað svoleiðis, þá segjum móti, ok, þú ert komin á 20. öðru viku og þetta þín skoðun, þú veist, þá ættir kannski bara fyrir mér eiginlega ekki að vera mamma, þá ertu bara ekki tilbúin í það. Þetta er það erfið ákvörðun. Ég veit þetta er alveg hræðilega erfið ákvörðun fyrir mjög margar. Eins og þú segir, ég held að Ég hef ekki verið svona sentimental í alvöru, því það bara, það bara passar ekkert. Það er mjög erfitt fyrir margar. Alveg saman hvort að þér finnst það ekki eiga að vera sentimental. Ég bara vil að segja, það eru mjög margar stelpur sem að taka þessu ákvörðun fara svo í gífulega niðursveiflu. Ég þakka bara móður minni sem að ól mig upp sem einhvers konar annarra bylgju feminista og kendi mér það að vera tilfinningarlega köld. Mitt val, bara takk kærlega fyrir það, kæra móðir, að ég þurfi ekki að vera eitthvað að grenni yfir einhverju sem að Við förum ekki lengra í þessari rögla, en hér er þess að spurning. Erum við ekki að fara að klára þetta? Spurning að lokum, getur þú rekið Ian McDonald fyrir að vera svona leiðilegur? Hann er reyndar alveg ógeðslega leiðilegur. Er hann í Eflingu? Nei, ég er að segja það, þetta er svona eini maðurinn á kommentakerfinu sem að sér alltaf með vittlausa skoðun og öllu. Hver er þetta eiginlega? Hann er góð félag, en er trúlega maður sínu vinnsta flott strákur. Hann getur að þakka Guði fyrir það, að þú ólst upp í það að væri gott að rífast við fólk og vera ósammála. Ef hann væri starfsmaður í félagi og svipuðu nótum á Spáni og myndi tala á þann hátt. Hann er ekki starfsmaður, hann er lýðræðislega kjörinn í stjórn. Ef hann væri í stjórn verkalýðsfélags á Spáni og myndi tala Spánverja á sama hátt og hann gerir hérna á Íslandi Íslendinga, þá gæti sá maður ekki labbað götunar á þess að vera lamin í hvert einasta skipti sem hann fer út. Í henni góð félagi, flott trúnamaður, bara áfram. Og algjör fakki. Það var láta þetta að vera lokaorðin. Þetta er ekki lokaorðin. Ég ætla að biðja spjallið afsökunar á því að hafa ekki geta farið í eins mikið eins og venjulega. Takk fyrir að koma. Mér, veistu það, álit mitt var bara, hefur vaxið alveg ótrúlega mikið á þér, sérstaklega eftir að þú, byrjar að drullu við vókið og ég er eiginlega bara, það hefur bara aukist ennþá meira við þennan þátt. Ég bara þakka kærlega fyrir komuna. Gaman, takk fyrir að bjóða mér. Bara takk fyrir okkur. Takk.